Góða kvöldið og velkomin í fyrstu útsendingu vortímabils 2025 í mínu deildinni. Ég heiti Daniel eða Bang-Simon og með mér er hann Brimar, velkomin. Sæll og blessaður og bara takk fyrir að hafa mig. Gaman að fá að mæta hérna í stúdíóið aftur og fá að vera með í Valorant útsendingu. Já, þú hefur tókst enga Valorant útsendingu með okkur fyrir jól. Nei, ekki í haust. Ég hef verið að lýsa Rocket League núna í haust en hef lýst Valorant útsendingu bara fyrir 2 árum síðan þegar það var ennþá gert að heiman. Já, þú veist hann alveg hvernig það fer. Reyndur maður, við ætlum að tala eins liðin sem við erum með í vor. Við erum með 6 lið, söknum 3 liða frá síðasta tímabili en við bjóðum nýtt lið velkomið. Þau lið eru Clutch, Arena Gaming, Gold Diggers, Raf, Íþróttafélagið Höttur, Controllers og Breiðablik. Breiðablik er nýja liðið okkar. Arena Gaming er að vísu nýtt nafn fyrir flestum hérna en þær kepptu undir nafninu Venus síðasta tímabili. Stóðu sig með príðina á 3. sæti. Já, það er alltaf gaman að sjá ný lið. Við höfum náttúrulega þekkja allir Breiðablik og hafa komið í alls konar rafíþróttir áður og meira svo unnið einhverja Íslandsmeistaratitla í Rocket League til dæmis. Þannig að gaman að sjá að þau eru komið með eitthvað nýtt lið og ég hef búin að heyra að það séu einhverju nýjir einstaklingar í því liðið alveg. Þetta er bara eitthvað algjörlega splungu nýtt lið. Alveg óþekkt fyrir okkur en við munum ekki sjá þær spila í kvöld. Viðureign kvöldsins okkar verður Höttur og Controllers. Höttur og Controllers, það er leikur sem á að vera pínu spennandi. Ef ég man rétt þá er þetta búið að vera svona pínu keppni á milli þeirra oft allan núna í haust. Já, það er náttúrulega annað tímabili hjá Controllers. Já. Þær spiluðu bara fyrsta tímabili sitt síðast, komu þær saman sem einstaklingar. Þannig að það er gaman að sjá að þær halda sér saman öðru tímabili, hafa áhugan á því að koma sér saman sem bara ókunnuga stelpur og búa til lið úr því. Já, það er frábært. Það er svo gaman að bara geta boðið líka upp á það. Að skrá sig sem einstaklingur í svona stórt mót og þá finnir eitthvað nýtt og þetta er bara skemmtilegt og þetta búið til flottan hóp hana og það er klárlega skemmtið sér fyrst að það er að halda áfram og undir sama nafni. Já, nokkra breytingar í því liði. Hérna, Elger og Vanilli Veifer sem spiluðu með þeim síðast tímabil eru ekki að taka þátt með Controllers. Elger hefur fært sig á milliliða og Vanilli er ekki skráð á móti í vor en við munum sjá Hönnu keppa aftur undir nýju nafni Mikasa. Tova og Raccoon þær mæta þar aftur með nýja liðsfélagi It's, Lörka og Ríu og Blöndal sem er á bekknum. Já. Og hefur einhverja hugmynd hafið þessu nýju spilurum, Ríu eða It's? Aldrei séð að spila, þannig að þetta verður óvissa fyrir okkur báða, jafn mikið. Já. En kunnulega andlit munum við sjá bara í hött. Svo við sjáum Snowpool, Sod, Gorilla Vanilla, Eve, Bagamura, Pikachu og Fast and Curious sem er nákvæmlega sama lið og keppti í síðasta tímabili og hefur keppt síðastlinn 2 ár, 3 ár næstu því held ég. Já, það er skemmtilegt að halda svona hóp lengi. Það er mjög erfitt. Langlifasta kvennadeildarliðið. Já. Bara Valorant-liðið held ég, þori ég að segja. Já, það sem að opna deildin er nú ekkert í gangi. En það var ég bara líka að tala sem óbreyttu kjarni. Já, það er algjörlega svoleiðis. Opnudeildarliðin voru svolítið mikið að færa leikmenn á milli en þetta lið hefur bara haldið sér svona ótrúlega lengi. Já. Keppt undir mörgum nöfnum. Það er ótrúlegt að ná að halda svona heildina og bara, maður hefur líka bara alltaf séð það í öllum íþróttum og bara í öllum félögum. Það er alltaf einhverja breytingar og að vera svona lengi, alltaf sama liðið, það hlýtur að gefa gott og ég held að þessi bara alltaf að bæta sig. Algjörlega. Breytingar á mappúlinu frá síðast tímabili, þeir sem fylgdust með og sérstaklega þeir sem hafa spilað svolítið rangt núna síðust daga. Síðasta tímabil þá sáum við Icebox og Ascent sem verður ekki lengur. Fáum í staðinn þetta mót Pearl og Fracture sem hafa bæði verið úti í svolítið langan tíma þannig að
kannski Já. nýrði leikmennir að fara svolítið óvissir inn í þessi möp, sérstaklega Fraksjör sem hefur verið úr öllu rotation í næstu því ár. Þannig að ef það einhverjir leikmennina sem ég get alveg ímyndað mér að eru sem hafa ekki spilað, eða sem byrjuðu ekki að spila leikinn með Fraksjör í rotation og aldrei með það í rotation, þannig að við kannski munum ekki sjá mikið af því mappi svona til að byrja með, þar sem að margir leikmenn verða óöruggir, óvissir og óreyndir bara. Já, algjörlega. Það er virkilega erfitt að vera að koma inn í svona nýtt mapp og líka bara þegar þú ert að læra svona mikið af möppum og bara leikvöngum að þá það er alltaf einhver möpp það sem að liðið þetta er ekki jafn sterkt í og það er alltaf einhver möpp sem að þú myndir vera að brillera þóttu að setja á móti besta liðinni í deildinni og einhverju svoleiðis. Þannig að ég held að hafa Fraksjör að koma aftur inn og ég giska þá með einhverjum stórum breytingum meira þess að frá því að þetta var í púlinu allan einhverju breytingum. Þeir reyndar gerðu engar breytingar í þetta skiti. Engar breytingar? Héldu því bara eins og það er. Kannski er það allt í lagi með nýjum agentum. Já. Það er búin að koma 3 eða næstu í 4 nýjir agentar síðan var í púlinu síðast. Þannig að það ætti kannski að vera nóg til að halda mappinu fesku frá því hvað það var. Já. Þannig að við kannski þurfum ekki breytingar á því. Og líka það var þannig að séð ekki mikið af því að mínum mati. Skemmtilegt mapp og það er samt, þetta var alltaf einhvern veginn pínu umdeilt mapp, sérstaklega varðandi svona e-sport sinna. Það voru ekkert eitthvað allir sáttir með hversu jafnt þetta væri og hvernig þetta spilaðist út, en það verður bara gaman að sjá hvernig það kemur út núna og vonandi eru stelpunum búin að æfa sig vel og eru preppaðir í þetta. Já, það er rétt, þetta var mjög umdeilt mapp og þú annarkvort elskar það eða hata það. Já. Það var í raun ekkert á millið. Að vera með entry sikkurum megin á báðum sides og að hafa middið CT spawn. Það var svona skrítin ákvörðun, rópið hérna undir mappið. Þetta er öðruvísi mapp og það er svona það sem að Valorant setur út á að hafa öll mappi sín svolítið svona einstök frá hver öðru. Já, algjörlega. Þetta er eitthvað sem þú sérð ekki í mörgum öðrum leikjum. Flestir aðrir leikir eru að hafa svona möppin sína aðeins einfaldari bara í öllu. Sem er kannski bæði góður og slæmur hlutur því að við höfum alveg séð það frá fólki að það er ekki alltaf jákvætt að möppin séu fjölbreytt. Nei, en á sama tíma þá kannski býr það bara til fleiri möguleika og þá færðu bara fjölbreyttari leiki og það er það sem að gera Valorant skemmtilegt. Þú ert alltaf að fá eitthvað nýtt hérna. Við ætlum bara að fara að fá vídeó bráðum hérna á milli, best of 3. Spurning hvað við erum að fara að sjá hérna? Já, ef þú ferði yfir þessi 2 lið, hverju ertu að búast við? Hvaða möpp heldur þið viljið spila? Mér finnst ekki ólíklegt að við sjáum Bind eða Haven í fyrsta piki allalega frá öðru hvoru liði af því að þetta er bara svo mikið klettur til að falla á þessi gömlu möpp og Sent náttúrulega komið út. En já, að Bind eða Haven er kletturinn fyrir marga til að falla á og óviss lið fara mjög oft þangað þannig að við getum líka séð Fraksjör bann hérna frá Controllers strax. Já. En að vísu veit ég ekki því að ég hef aldrei séð að spila Fraksjör. Nei, mér finnst það reynda mjög líklegt að bæði lið séu alveg tilbúin í að banna bara Fraksjör. Já. Ef að ég myndi allan ekki vilja sjá þetta sem first pick og ef þetta fer í 3. mappið þá er þetta pínu happa-klappa hana kannski hvort liðið sé að fara að ná einhverju hana. Decidið sem verður spennandi allavega. Já, það verður allavega hrikalegu leikur. En það er sem sagt spila núna, það er breytt hvernig þetta verður spilað í deildinni. Það er best of 3 núna. Já, allir leikir verða best of 3 nema úrslitaleikur sem helst best of 5. Og líka eftir hérna round-robin umferðir þar sem öll lið spila einu sinni við hvort annað fyrir stig verður það aftur þannig að 4 liðin fara áfram en í staðis að fara í single elimination brackets þar sem að 1. og 4. sæti keppa og 2. og 3. keppa og sigurvegarar og þeim viðuregnir keppa í úrslitum þá förum við í það sem að kallast double elimination bracket
sem að er örlítið flóknara þar sem að þú þarft annarkvort að vinna 2 leiki eða tapa 2 leikjum til að detta út eða komast í úrslit. Já. Sem þýðir að það mun byrja eins, 1. sæti og 4. sæti spila annað og 3. Sigurvegurinn úr þeim leik spila umspilsleik fyrir úrslitaleik og þeir sem tapa úr þeim leik spila útsláttarleik. Sá sem vinnur útsláttarleikinn spila síðan við þann sem tapaði í umspilsleiknum og þau spila útsláttar umspilsleik fyrir úrslit og úr keppni. Og liðin sem duttu þar bæði út spila 3. sætisleik. Þannig þetta er svolítið fleiri leikir, það er aðeins meira sem getur klikkað, meiri pressa á liðunum. Já, kannski samt þegar þú hugsaður það, kannski minni pressa í eins og fyrstu leikjunum þar sem að þú ert þá með annað möguleika. Þótt þú tapir þessari fyrstu viðureign, þá fellur niður, þá ertu að vinna aftur, 2 viðureignir til að koma það aftur upp. Já. En þú ert alltaf með þennan auka möguleika þó þú tapir. Þú ert með þessa líflínu, já. Akkurat. En þetta gæti verið meira stressandi fyrir liðin sem að þrifust vel í single ílim, eins og til dæmis Klödd sem eru núverandi Íslandsmeistarar. Það kannski fá núna fleiri sénsa til að tapa leiki. En við erum að fá vídeó og fyrsta bann sýnir mér vera Biss og annað bann Fraxur, já. Fraxur. Sjáum Hött pikka bændi Það var nú bara eins og þú bjóst við. Eins og ég bjóst við bara. Og Heiðin. Ég er að fá að fá að vita að þetta er rangt þetta á að vera splitt sem er pikkað Fáum Lotus-bann. Örlítið villa í grafíkinni Pearl-bann sem gerir Heivindi sætir, ok. Við erum að fara í, er þetta ekki elstu 3 möppin ef ég man rétt? Bind, Heivin og Split. Jú. Þetta er það sem ég spilaði. Ég spilaði beta og Season 1 eins mikið og ég gat og minkaði síðan aftur og fór aftur að spila aðra leiki en þetta eru möpp sem ég kannast í. Mér líst vel á þetta. Þeir gerir þetta þægilegt fyrir þig? Það gerir þetta þægilegt fyrir mig. Það er gott að vera mættir og fá þessi flottu gömlu möpp, Já, engin ný möpp í kvöld. Allt möpp sem voru í síðasta tímabil. En við förum bara alveg að fara inn í leiki kannski að fara einu sinni aftur yfir line-upinn og hvað við getum búist við Hjá Controllers höfum við Mikasa sem keppti undir nafninu Hannapanna síðast í haust, Raccoon, Tova, 9 leikmenn, It's Lurk og Ryu og hjá Hött höfum við allara samkvæmt challenge mót í byrjunarline-upinu þeirra Snowpool, Sod, Gorilla, Vanilla, Eve og Bakamura. Pikachu og Fast and Curious á bekknum. Pikachu byrjaði flesta leiki í síðasta tímabil, eitthvað breyting sem við verðum að gera kannski eru þeir að skipta upp aðeins playstilum sínum, kemur bara í ljós, en við byrjum á Bind, pikkinu hjá Það var Controllers, Höttur. Pikki á Hött, já, sem þýðir að við sjáum örugglega Controllers byrja í defense, já. Við erum að sjá Hött í defense og Controllers í attackers. Þannig að Nei, það er vitlaust Við sjáum Controller, Raccoon og Mikasa eru í sæti en smá villa en við sjáum þetta allavega þá bara horfum á þetta öfugt en við erum að sjá Við sjáum Eve læsa Reynu sem hefur verið pikkið hjá Snowpool næstu í alla leiki síðasta tímabil, þannig að það er eitthvað að vera að byrja til hana. Sod er að hófra Killjoy sem við höfum séð frá Hött á Bind. Controllers með Breach, Clove, Jet og Sage. Fate, veit ekki hverju við erum að búast við hana, við sjáum samt hins vegar Blöndal er að byrja hana leik í staði fyrir Tofu. Já. Þannig að við sjáum 3 nýja leikmenn í kvöld. Bakamura og Brimstone eins og hún hefur verið að gera fyrir Hött. Sjáum frekar óbreytt line-up fyrir utan hennan Phoenix í staðin fyrir Fate hjá Hött,
en aðeins öðruvísi line-up hjá Controllers. Spila hana Ryu kemur inn sem greinilega duelistinn þeirra fyrir Elger. Já, Blöndal ætlar að taka Initiator hérna með Raccoon. Hannapanna, Mikasa fyrirgeðu, er komin yfir á Controllers sem að mér minnir að hún hafi ekki spilað. It's Lurka er á Sage sem að Vanilli Wafer spilaði mjög mikið líka. Þannig að kannski ekki mikla breytingar á hvernig það ætla að spila en breytingar á leikmönnum og sjáum hvernig það fyrir yfir hérna. þetta er frekar mismunandi lið. Eina sem við erum að sjá svona svipað er að bæði lið eru með Sage en Já. annars er þetta virkilega svona mismunandi. Það eru sjá Reyna og Phoenix öðrum megin og á móti bara Jett. Þetta er svona, já, og engan initiator hjá Hött. Þeir eru að nota þá bara Reynu og Phoenix sem svona pínu initiator. Ryu tekur hérna snemmt kontakt á Sands sem hún sá bara Reynuna en ætlar að halda hérna aggressív anguli með plastinu frá Breach sem að nær ekki shot, sem að nær fyrsta pickinn í þessum leik en Höttur eru bara lappinn á bíði hérna í gegnum longið. Nára Raccoon líka með mjög góðu reynaplassi og Snowball ætlar bara að íta áfram inn í CT. Nær ekki tengja skotin eftir plastið en feld, retake hérna 3 á 4. Spækinni komið niður frekar inn í open hana, plantaði fyrir bæði Húka og Long og þær eru bara komnar í postplanstöður. Ef að hérna Controllers fatta snemma hérna að þær eru ekki að spila side þá gæti að frestaði fyrir. Mikasa með smoke eftir 5 sekundur, geta smokað spækin og reynt diffusið. Reyndar til hellingur á mollyum, Killjoy molly á spæk. Verða að skjóta hann, tíminn er ekki að vinna með þeim. Kemur sprayið hérna, Mikasa alltaf bara að stikka en mollin frá Sotsiður skutu ekki nær að klára þessu umferð. Bara frekar örugt ránd frá Ravi Hött hérna til að byrja með. Allavega í mannskap, já, en spækin var ekki langt frá diffusi. Nei, gott play hjá Controllers, náðu smókinni niður og voru að blokka en þurftu að finna þetta Killjoy nade áður en þeir byrjuðu diffusið. Þetta er svona sérstaklega með það, þeir eru ekki með initiator, voru þeir mjög snögg að koma sér í gegn. Reyna og Phoenix spiluðu þetta virkilega vel og nú sjáum við kannski svipað byrjun hérna aftur. Fengur líka infóðar og Snowball hleypur bara inn, fær fyrsta kontakt. Veggurinn kemur upp til að ná öruggu planti. Blöndal er hérna ein með klassikinn bara í lamps. Samt smókuð off, þannig að þeir geta ekki tekið lamps control. Slow-orbið og mollyin. Mjög þröngar stöður hérna hjá Hött sem að þær eru að ná að snúa í sér í hag. Fá hérna annað pick, 2 á 4 eftir. Afturslokkið er gott, en Pagamura nær að swinga í killið og Raccoon er 1 á 4 hérna. Nanoswarm á spæknum og tíminn ekki að vinna með henni. Pagamura með 4 í umferðinni til að tryggja frekar örugan bónus hérna. Virkilega vel gert aftur. Þeir eru mjög snögg að taka sætana og bara koma bombinu niður. Það er Controllers svona, já auðvitað, þú ert ekki með sama pening. Hvað hefðurðu viljað sjá frá Controllers til að aðeins að hægja á kannski pushinu? Svona þegar þú ert að spila lægri pening þá getur þú kannski hérna veðjað aðeins meira að þú hefðir getað farið bara í svolítið svona öðruvísi play. 5 manna push eitthvað staðar eða eitthvað svoleiðis. Gert eitthvað aðeins skrautlegra að föndra aðeins með það sem þú hefur. En það er alltaf bara að rusha hérna inn á B. Hoppa bara 2 í hérna í Mikasa sem fellir 2, Con með, en er í Ryu með 3, Raccoon er 2 í viðbót og umfyrinni snögg. B-rush hérna sem að ekki alveg nógu mikið sannfæring í utilega séð, hoppa bara svolítið inn á side. Já, þetta var... En þetta er akkurat það sem ég er að tala um með
að spila byssuna þinnar. Ef þú nærð að overwhelma með lægri byssur þá kannski færðu fleiri kill, eyðileggur einhvern pening. Það bara það sem þú ert að reyna að gera í bónus. Ná ekki kannski jafn mörgum pikkum eða vildu, tóku eittana en voru 3 á sæt með stærri byssur, engin flush kom hana, reyna að fá fyrst inn, hefði verið til að sjá flash frá henni, hefði kannski hjálpað. En gott round bara hjá Controller. Og Höttur ætlar að taka þessu aðeins rólega núna með hérna smá defaulti, feit augað hér, hérna Snowpool og Gorilla Vanilla í A main og þau ætla að færa sér nær B. Ryu hérna með aggressíft angle á longinu, veit ekki hvort Bakamura búist við því ef hún píki. Fær hann aðstoð frá Sage, píkar hann út, Ryu nær ekki pikkinu. Dashið aðeins klaufalegt og Mikasa bara á Marcel hérna. Erfið stað að vera í. Og Spikey kemur niður á sama stað við sáum í fyrstu umferð. Ravi Höttur að spila þetta virkilega vel hérna, ná sætinu og ekki engur búinn að falla á Snowpool hérna, kemur fyrir aftan. Gott lösk hérna, spreyjar hans inn í smókin og nær einum. En smókuð off núna af Mikosu. Nær að kúni gegnum smókin með haus. Og Blöndal núna 1 hérna móti 5. Flashið óefilega tímasett með brimsmóknum en samt gott trade frá Bakamuru og Höttur eru komið með 3. round sitt. Sjáum Bakamuru hérna með 6, Eve með 4. Ravi Höttur búinn að vera bara frekar örugg með spilið sitt, vita klárlega hvað þeir vilja gera og bara fara allar saman þegar það er komið klárt plan. Sáum hann að spila default til að byrja með en strax svo þau voru búin að ákveða og fundu Jet þá bara fara þeir strax á stað. Já, núna Grimmunti kemur inn í lamps, cleara það svæði, smókan er komið niður. Mjög close smókar sem Snowpool leipur bara í gegn í Phoenix-ultinu. Flassa sjálfa sig og nær því miður ekki að fá value á þessu ulti. Ryu er komin hérna í flank, komin close, nær einum. Sott heldur hérna línunni en það komið 2 inn í lamps og holdið hérna verður erfitt. Allir á shortinu. Eve 1 eftir hérna á móti 4. Mikasa er komin á spækin, 3 ára haldinni og Blöndal klárar þetta round hérna. Þarna voru við fyrst að sjá Controller ná retakinu, náðu að spila, kannski bakka bara aðeins fyrir tilbaka hana til að byrja með og Ravi Höttur náttúrulega notuðu 2 ultsana til að komast bara inn á site. Bæði Phoenix-ultið og Brim-ultið fara hana niður til að komast bara inn og setja spækið niður og nýtist síðan ekki út af retakinu. Já, það er líka hvernig þær spila hérna postplandi er svolítið hættulegt. Þær eru hana allar á short. Taka ekki rosalega mikið meira svæði. Spiluðu hana 1 inn í lamps, 1 fyrir utan lamps. Og þær héldu mjög litlu hérna og þegar það kemur svona ákveðið hérna retake þá verður kollapsað á því svolítið hratt. Ryu með gott flankana sem hættu pressað aftan, tók leikmenn af síðunni til að halda því. Eitt sem að Controllers var að gera inn í hver umferð þegar þeir eru að vola sjáurina. Ef að Höttur nær að hérna komast að fattar það, þá gætu þau átt frítt orb í hverju rondi sem að gæti auki líkuna þeirra á þessu leik með að vera með miklu fyrir rúll. Sérstaklega á þessum Phoenix sem er bara með 6 punta. Ef að Phoenix er að fá kill og er að taka orb þá, og diffuse, hérna plump segi ég, þá er hann últandi bara öðru hverju rándi nánast, þannig að það gæti verið svolítið hættulegt fyrir lurkæinn að vera að gefa hann orb frítt í hvert skipti. Eve er bara komin inn á backside og nær treytun á Snowpool. En við erum bara að sjá að finna 4 á 4 retake, Breach-ultið er uppi, er að fara að koma út, nei, eitthvað efins. Ryu hérna hnífanum, sér ekki
Guru Vanilla sem trippul eru hérna 2 í lamps og 1 á shortinu. 2 nanoswarms á spæknum, verða að taka þessar nanoswarms og tappa spækin hérna, forsa píkið. Hérna kollapsir frá öllum áttum, erfið staða fyrir Raccoon þar sem að skoti frá 3 mismunandi áttum. Hefði viljað sjá Breachwood hana, hún tók það út, hætti við, veit ég hverju hún hætti við, hún hefði náð öllum nema Gorilla Vanilla í því. Já, algjörlega, og sérstaklega það sem þau setja Jett útli líka út samt tíma að þá, þetta er svona frekar spes að nota það ekki fyrir rítekið en voru líka 4 á móti 4, þannig að þetta var alveg góður séns sem við sjáum að Lurka situr vegginn aftur hérna upp en já. Það er Höttur eru klálega ekki að fara að nýta sig þetta allan að þetta ránd þar sem það eru allar pakkaðar hinveginn á matni. Kannski líka hefur gengið betur hjá þeim á B-inu, hafa náð spæknum niður tvisinn þar. Voru reyndar að vinna rand á A, veit ekki hvað ég Já, þetta er búið að vera mjög svipað. Þeir eru búin að vinna, held ég, 2 rounds á 2 á B og búin að tapa einu á B þar sem þeir var reynda bónusarandið og tapa einu á A. En það er bara alveg árið. Ryu er með flott skot til að opna randið, Raccoon með annan. Raccoon með 3 þegar Resli kemur út. Ryu í gegnum smókin, Sod er einu eftir hérna í húka, tekur damage frá Mikasa sem að klára þetta rand. Þetta voru nú hreinlega bara hver var betri í að skjóta. Þetta var svolítið þannig. Og þetta er svolítið þemaði með randið sem við sjáum hérna Controllers vinna er að Höttur eru mjög ákveðnir í pushinu sínu sem að þær eru kannski ekki alltaf að sem er ekki alltaf rewarded þegar þær lenda í góðu holdi því að eins og við sjáum hérna þær eru bara að falla hver á eftir annari með lítið sem bara mjög lítið utility notað til að komast á site. Eiga hérna 4 flush í rauninni deilt á milli sín sem að væri til að sjá notið aðeins meira en Ryu ætla bara að labba hérna niður strax. Larbot kemur út og Ryu nær samt Killjoy. Larboti liggur niður og hún ætla bara að íta í spawni þar. Ég elska þessa stöðu sem hún er að taka hérna. Gorilla Vanilla ætlar að klírta hérna. Samt að fara burtu með spækin, kannski smá hættulegt. Ryu er kominn í frábæra stöðu hérna, ég veit ekki hvort þið munu búast við henni hérna, hvort þeir hafa heyrt í henni. Jú, Bakamura horfir hérna. Breachwood hérna til að stoppa pushið. Mikasa nær 2 í því, geggjað ult. En spækin er að færast yfir á B hérna. Bakamura er 1 hjá A. Nær samt að fela sig, spurning hvort að þau viti aðinni hana. TP er nær að hægja á Gorilla hérna. Sem nær samt pikkinu. Klóvolti má hann íta henni aftur í áttina að A. Sem Raccoon er tilbúin að taka mótið þeim. Gott flash hérna, nær smá skada á Bakamura. Nær ekki að snúa þessu Klóvolti í kill en Raccoon með wow. Tap. Þetta var einfalt til að klára þetta round. Virkilega vel gert hjá Raccoon til að stoppa þetta. Þetta var nú ekki mikil tími sem að Höttur átti eftir hana en virkilega mikilvægt að klára þetta og kannski bara smá confidence boost núna fyrir Controllers að vera búin að ná 3 rounds í röð og bara sjáum hvort að Höttur reynir að breyta aðeins stílnum sínum en sýnist þau nú að stilla sig aftur upp svipaðu að hafa verið að gera. Spila hérna Breach og Jett á B-inu saman 3 á A. Gera það flest öll round. Spila hérna mjög reaktivli með Breachin tilbúin að hjálpa Ryu á kontakti. Er að fara að taka mótið 3 hérna. Spurning hvort er ekki að nota neitt utility til að klíra þetta svæði sá. Sem að er svolítið að verða þeim að niðurfalli. Feitundurinn hérna í gegn til að hjálpa þeim. Ég tilliði mjög gott frá Controllers hérna og við sjáum samt að Snowball er búinn að labba upp sjáur hérna. Feit er vel staðsett til að taka móts Anton Blöndal. Er klíruð af Snowball sem að
hittir flott skotan á Seraphinum og en Raccoon samt ennþá til að halda sæt. Aftershockið gott og Ívir eina eftir henni á spæknum í sjáur. Vita af henni, stönnið kemur mjög gott stönn, hægir henni á henni 30 sekundur á klukkunni. Verður að fara að ná sætbráðum. Sjáum bara Raccoon heldur henni á flassinu, hún blind og kemst þetta í burtu, tengir ekki skotin hennar. En Ryu kon í bakið, klára þetta round og Controllers komnar yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Sjáum scoreboardið hérna núna. Þetta búið að gjörsamlega breytast. Raccoon heldur betur dottin í gang, komið 12 fröggina í 9 umferðum á breachinum líka sem að sér kannski ekki rosalega mikið fragga oft í sérstaklega svona umhverfi en breach sem heitir skotum aldrei verri en alltaf betri en breach sem heitir þeim ekki. Já, akkurat og líka bara þetta flest svona killin hafa komið í lokrándar hjá henni og það bara búið að vera virkilega mikilvægt til að klára þessi rounds fyrir Controllers. Og það já, núna Phoenix húsið hérna inn með ultinu. Fer inn í elbow, ætlar að cleara elbow. Eru þá satt ekki með neitt til að cleara backside lengur. Og pushar enginn inn með Phoenixinum sem að svolítið klaufalegt. Þetta ekki fake og Phoenix bara hérna entry aftur fyrstur. Enginn inn á side með honum, smá klaufalegt, fullt rotate komið yfir hérna. Allir 5 leikmenn Controllers komnir á B og allir 4 leikmenn Hattar ennþá að reyna að þvinga þetta B-push. Ryu að labba í baki að þeim hérna. Mun ná Eve og TP'ið kemur hjá öllum 3 en rotatið komið á fullu þannig að sjáum Ryu, hann vill fara í teleportir hérna sem að Sott var svolítið að búast við og núna svolítið mikilvægt hvernig hóspældi verður spilað hérna. Últið ágætt en engin annar tilbúinn að spila því. Molly til að hæga á pushinu þeirra, nær Mikasa, 3 á 3. Gorilla var nilla með 2 og Killjoy kemur niður hérna til að tefja frá Hött og Blöndal ein hérna, lítill tíma á klukkunni. Ætla bara að seifa hérna, nær Bakamura, smá skaði á peningið þeirra en Höttunar snúið svo randi við eftir pínu klaufalega byrjun. Já, virkilega spes. Sitja hann að Phoenix inn með ultið og ekki fylgja eftir því. Já, fylgja ekki eftir því og sitja síðan bara Phoenix aftur inn til að bara reyna að ná sætinu en lendir náttúrulega bara í vandræðum og Controllers tilbúnar í það en þegar Höttur nær TP-inu þá fannst bara eins og Controllers voru ekki voru kannski pínu að drífa sig. Leið eins og þær héldu að þær væri bara komna með roundið og Höttur náði bara að outplaya það. Já, overrotate kannski hana pínu mikið hana, þurfti ekki alla 5 held ég á B. Geta haldið Sage hana 1 á A með slower til að hægja á ef að þeir heyra í rotate. Getur keypt svolítið mikið meiri tíma. En Hötturinn ætlar aftur í áttina B-sætinu. Tóku hana Hookah control með Reynu og Snowpool ætlar bara að labba inn í sæt. Þau eftir fyrir það, þar sem Ryu nær inn að tekja inn fyrsta. Raccoon on fire hérna, nær 3 í röð og svo núna 1 eftir fyrir Hött hérna. Spurning hvað hún getur gert. Season að grípa hana sem að þau munu sjá. Vita af hana. Slow-orbuð og revíluð. Þetta vondur staður til að vera á. Og aftershockið hérna gott. Raccoon með 4 í þessu randi. Geggja rand hjá Raccoon. Sem að absolutely on fire í þessu leik. Eins og segir 16 og 6. Raccoon að spila frábæran leik og hreinlega pínu að halda Controllers í gangi. Nú sjáum við Double Operator koma út, Ryu og Mikasa. Okay.
Ríó að fara að spila B-Long, eða ekki? Nei. Ríó ætlar hérna að taka sjáskontról sem að og Mikasa og B-Long taka hérna bæði longin innan gæsalappa og næri hérna fyrsta pikkinn inn í rondinu og fella hérna endriði hjá Hött frekar snemma, eiga Sage ult uppi, nær öðrum, virðast vilja berjast eitthvað fyrir þetta, smá vond staða hérna fyrir Gorilla, bara með Spectre, vill ekki vera að taka þetta swing á vegg til að komast í rest, en píkar þetta og Spikeinn liggur og long og Ríó poppar bara út í hérna, ekki alveg viss að hver var að TP hana, kannski eitthvað finnst að tala saman þannig, en nær 100 skæðin og Snowpool situr eftir að 25. Þá bara hinn operatorinn mættur til að klára þetta. Flassið gott, hleypur inn í byssu, nær Mikosu, lendir inn í breachflassinu og lent aftur í því og frekar gott að randa frá controllersina, 2 offar, pínu hættulegt, en Ríó spilaði þetta vel. Kannski eitthvað sem ég hefði bara gert líka þegar það ekki verið að klíra það jafn mikið af utility þá geta þið valla refsa þessum oppum. Já, algjörlega. Ravi Höttur notaði mjög lítið utility til að komast svona fyrstu skrefin inn í Showers, inn í hjá Window og á B og hreinlega bara long líka á B. Hérna sjáum við líka bara hvað vont að vera ekki með initiator af því að þeir skortir svo mikið utility til að gera þetta og við ættum að sjá miklu betri helming en í defense theoretically 2 sentinelar með Brimstone þetta miklu betra defensively sided miklu betra kompina í defense já. Sjáum bara að Bagamura ætla bara að spila henni í spawn tilbúin að smóka bæði side stönnið hann á B klírar og Ríó bara komin inn á side, enginn hérna að klíra í sem að allt liðið er komið fram hjá, flaskarinn nú nær einum, í bakinu á Lurko en Ríó samt með treytið og controllers-playernir eru margir lágum, Mikasa hérna one shot, Ríó one shot Mikasa ein eftir inn í kúp en þetta var ekki hennar stund. Skemmtileg staðsendingan á reymði. Maður hefur séð þetta kannski meira í eins og solo queue og eitthvað svona þar sem að fólk er að leika sér að þessu en þetta með þessum smoke sem að koma þarna niður var algjörlega falinn, náði að trufla plantið og það eyðilagði bara allt rándið. Já, en það er líka svolítið svona virkar ekki jafn vel nema þú sért með hana smoke sem að þú mundir venjulega ekki henda því að hann var alltaf djúpur og þú hefði getað hoppað inn og verið ennþá inn í smóknum allan tíman sem er svona venjulega ekki það sem þú vilt gera en þarna var það greinilega viljandi gert akkurat fyrir Ívana inn í honum sem nær að stoppa plantið og kemur niður góðan skada. Reynaflassi hérna spottar Ív, nær Lurku langt niður. Snowpool hérna með pikki á Lurka, Ríó með treytið strax og sjáum teleport koma hérna yfir. Spike kemur niður á A. 4 á 4 retake. Sá ekki hvort að Ríó náði byssun hana en ef svo það verður þetta mjög mikilvæg byssa í þessu postplandi. Ívi hérna bara aggressíft að taka space, lendir í stönnunu en ekki áður nær pikkinu. Mikasa mann á offenglunni hérna nær shot, nær líka byssunni. 3 á 3, ekki mikil tími. Eiga gott postplant hérna. Raccoon nær Bagamura hérna í aftursjókinu. En veggurinn gæti unnið þetta. Hún ætla bara að stikka. Hún bara nær að diffusa. Veggurinn vinnur rándið. Það er svona þegar þú ert ekki með nógu góða byssu til að skjóta niður hann á vegg. Og það er líka ekkert alltaf sem þú býst við því að Sage inn í defense geimi veggið sinn. En nei, þetta er eitthvað sem að þú sér kannski ekki oft. En það sem að þú ert í bónusarrándi, hinnir eru bara með pistols. Þannig að
þú varst ekki kannski að búast við einhverju fáránlegu russi og sérstaklega að það sem að Sage byrjaði þarna megin færi sig yfir mjög fljótt. Þá kannski ekki tilgangur að nota vegginn fyrir. Hún er mjög greinilega að vola á kontakt og þar sem að það var ekkert kontakt á A þá nota hún ekki vegginn. Sem ég myndi ekki það sem Lurku var að gera hjá Controllers. En koma hérna frekar hratt inn hjá Controllers. Veggur kemur upp og spækinn örgulega niður bráðum. Nema hvað, þeir eru búin að hægja hans á þessu. Ryu með 2 killana backside. Nær næstu í Ívina en Gorilla Vanilla með Blöndal og side. Og Gorilla með 2 pikkina. Kíkar hérna fyrir healið. Við erum komnir í 3v3 aftur hérna. Veggurinn er brotinn. Enginn með lampskontról akkurat eins og er. Sod er fyrst til að taka það. Mun mæta Lerku hérna samt. Fær breachflash hérna. Engan til að bakka. Lerku vinnur þetta fight. Er bara með enguli til að halda þessu. Flashið er gott frá Raccoon sem bara klárar þetta nátt. Controllers ná að vinna og það var bónusround hjá Hött en mikilvægt round til að koma sér svona kannski aftur í gang og fyrsta roundið í attacker sem þau vinna. Controllers núna mikilvægt sjáum hérna Raccoon og Ryu virkilega að svona raða inn killunum fyrir Controllers og það er í rauninni ótrúlega mikil munur á bara kills heilt yfir meðan við það er 1 round á milli þessi liða. Já, að líka kannski sjáum fleiri kills hérna á Raccoon og Ryu líka því að Höttur fór svolítið meira á þeirra sæt. Já, algjörlega. Og líka bara hvernig þau hafa verið að spila saman og spila pínu aggressiv. Það er bara virkilega vel gert en Mállinina frá Bagamura til að stoppa því á long. Mikasa er ein innan TP kemur yfir og Sage er hérna tilbúin að vola. Mun hægja örlítið á þeim, veggurinn kemur aðeins og seint, er ekki búinn að fortifæja þarna þegar það kemur upp, en Snowpool bara kom í baki á þeim, nær einum, nær tveim, nær skaðar Raccoon en er með samt treytið og Eve með Mikasa inn á shortinu og Raccoon ætlar að færa spækinn hérna yfir á short með Ryu með sér. Stönnið kemur hann alltaf að klera línuna í lamps en það eru með 2-falt holdina á Raccoon sem að á ekki mikið utility eftir í þessu ráldi. Nærinn að spæknum og Ryu spila kannski bara svolítið fyrir skaða hérna. Ekki mikil tíma eftir rándinu, allir 4 leikmenn, 3 leikmenn hattar á A. Soddan að halda utilityinu sinu uppi bara til að passa að það kom ekki lörk þar í gegn. Og flott skot frá Bagamura sem klárar þetta rand bara. Hefur eins og í þessari stöðu, þú ert 1 á móti 4, þú ert með Vandal, viltu ekki seifa hana? Jú, kannski, en ef að liðið þetta á pening og þú ert á jet ult í næsta raundi, þá kannski viltu ná að skemma pening, nýbúin að vinna randjana og kannski peningurinn ekki flottastur hjá hérna Hött og þú vilt kannski nýta það að geta skemmt hana eins. Fyrir skildi, gera smá skaða. Gæti seifa hana líka að sjálfsögðu. En Breach ult komið upp hérna og Jet ult er að fara Breach ult að B. Lenda hérna í öllu killsum setupinu. Eve nær að dodga Breach ultið og entryið er hægt. Con lendir hérna í Nanosóknunum líka, Mikasa með pick, Blöndal með annað, Gorilla með treytið, Blöndal með 2 í þessu raundi. Mikasa ætlar að elta hérna inn í elbow, nær fragginu, Bagamura 1 á 2 og þetta er 1v1. Mikasa á 46, nær ekki tengja hérna og tæpar raundan í bjóst við hana meða við entryið. Þessi sími er ekkert smá drumlandi. Hvað er þessi sími? Ég veit ekkert hvað þetta er nýtt. Þetta er eitthvað sem kallast, þú getur sett inn í spraywheelið eitthvað sem heitir flex núna. Það er komið spray eða flex
Já. og þú getur verið með eitthvað svona, þetta basically mjög augljóslega hannað gagnvart fólki með athyglisbrest Já, þú getur til að hafa eitthvað að gera inn í leiknum. Já, þú getur flexað það að þú eittir peningi í þessum leik. Já, Eða- síminn frýr, Síminn frýr? síminn frí Ok. og það bara 2 flex í leiknum núna, það eitthvað snjókort sem bara í battlepassinum. Já. Þannig að þú getur ekki keypt neinn flex eins og Dropping spike. Það svo rólegra ránd núna. ætla bara ekki að gera neitt noise en að sjá hvort að höttur séu óþölumóðina. Ætla bara að hlusta að reyna að fá upplýsingar en að veggurinn komin upp í sjáes. En þau ætla bara að bíða, eru ekki á byssum í þessu rándi. Og snókúlina með flassið lendir ekki. Ég reyndar fíla stöðuna sem að Raccoon tekur hana fyrir þetta stönn. En Eve með pikkið á Raccoon inn í húka sem einanna. Og Snowpool bara með góðan skaði gegnum hana smók nær Blöndal. Ryu og Lurka eru lág. Spike down A. One enemy remaining. Flawless. Erfitt að berjast við hennan vandalana með litla byssur í þessu þrönga enguli, lítið líf. Lítið svo átt inn í þetta ránd á þessum tímapunkti. Þarna, þær eru á íkorandi. Jú, vissulega, virkilega flott charge frá Breachana, góð staðsending. Það í raun eina ástæðan af hverju þeir spila þetta pínu hægar? Finnst það líklegt. Já. Eða líka bara það að vonast eftir smá óþolinmæði frá Hött sem að hleypa þeim inn í þetta ránd með að gefa þeim inn að byssu. Já. Eitthvað smá push, kannski frá Snowpool eða Eve, svona eitthvað aðeins að sækja info. Því að líka akkurat Höttur að spila eina teamkomp sem að sækir nánast ekkert info. Nei. Þú ert með Killjoy turretið og alarmbottan, þú ert ekki með meira info í þessu liði á neitt hátt. Þannig að þú kannski vonast til að þetta lið þurfa að sækja sér smá info á aggressívara hátt með double duelist en það er bara að gera það ekki á móti seifinu sem er bara algjörlega rétt á kólið. En spækinn er komin hérna inn á Spike planted. Kastar næst skotin í gegnum einhvern vegg. Feit últi hérna bara fær infóið á alla 3 hérna. Nakamura með 2 killana á klóf. Snowpool nær Blöndal inn á side. Ryu falinn inn á side, spila longið líka. Nær hérna 2 í gegnum vegginn. Og Raccoon klárar þetta ránd bara Nakamura svolítið sandwichið hana. Leit út eins og Ravi Höttur væri að koma sér aftur inn á sætið hana. Var sannfærindan á tímapunkti en staðsendingin hjá Ryu og Phoenix-vegurinn sem hann svolítið felur hana gerir þetta smá erfitt fyrir hana. Já, kannski smá leiðilegur Phoenix-vegur fyrir þitt eigið lið. Óheppilegur. Já, óheppilegur. Það er kannski, þú veist náttúrulega aldrei hvað fólk er að gera. Það er símavísla hérna. Já, það allir. Það er klálega einhver flotti Pokémon hana, það eru öll í Pokémon Go. Öll í Pokémon Go. Þá fyndi Charizard á leiðinni. Shit, ég þarf að kíkja á Bind. Ég þarf að sækja hann líka. En þetta er einmitt svolítið kannski hvað hérna Wall raised. Controllers var búast meira við, Snowpoolina últar út, sækja bara infoið, sér engan á shortinu sem að verður samt falskt info þar sem að þær eru komnar 3 þar núna, ætla að brjóta vegginn og kannski býst við þeim þegar veggurinn brotnar. Kemur soundið hérna og Prowlerinn er að fara að klíra hérna. Snowpool satt í góðu offengulegina sem Mikasa býst ekki við. Og Eve með gott skot inn úr Heaven, engi smóka komði niður en samt að píka út. Svolítið vond. Careful. Og sjá Ryu rétt svo hérna, skilin eftir á 1 með wallsprayinu hérna. Og eru núna hérna 2 á 5 og Ryu á 1 HP. Þetta verður ekki verður. Flott skot á Snowpool hana. Last player standing. Gorillin klárar þetta bara með góðu spray hérna nær þeim báðum. Það er hann 1 skotið á Ryu í gegnum vegginn.
virkilega skemmtilega að spila þarna hjá Phoenix og Reynu, vera með Phoenix á off-angle og Reyna píka síðan frá Heaven. Vantar kannski, já, bara vantaði kannski svona eitthvað smoke eða eitthvað bara svona til að blokka einhvern aðalpart þegar Controllers ætluðu inn. Já. Það svona, það voru of mörg angles sem að var skotið á því hana short, fannst mér. En sjáum núna, ætla að prófa að fara B, eru ekki Með byssur. Byssur. Eru svolítið í kaupspar við vítarhing þegar það ekki að ná umferðum. Höttur komið svolítið mikið tempó hérna. Eins og Mist myndi segja. Elskar þetta tempó. Það líka mikið tempó stundum en... Þetta svolítið þannig. En Ríó hérna veit af svolítana út af trailinu frá Fade. Ífsatt með til að svara og lörka. Og bara lefanlega lappa bara inn á side, 3 haldinni. Raccoon ætla bara að hægja á hérna eins í elbow. Hlaupin út, Snowpool samt komið með húkakontról og Raccoon bara að hitta skotum samt. Ríó með 4 í þessari umferð. Ótrúlega góð umferð frá Ríó líka. Og komast hérna mjög mikilvægt round fyrir Controllers. Virkilega vel spilað, það Ríó var með Guardian til að byrja með, en fær þarna pick backside og fær Vandalinn í staðinn og meira þess að annar úr Controller sem að pickar upp Guardian og spila þá með þær byssur, en Höttur kannski svona pínu að flýta sér inn á site. Fannst mér allavega í eins og þessi Sage sem alveg svona lappaði hana inn, en nú sjáum við Snowpool gera þetta klassíska Phoenix ult til að sækja info shot. Ákveða að fæta bara Phoenix ultið og ná því bara niður, en infoðið samt komið sér 2-ana. Veggurinn kemur kannski svolítið snemma upp hérna, veist að þið voru svolítið langt í burtu og smoke frá baka múru líka, smá úrkill. Eitthvað smá miscommunication með jútilegana og Eve búinn að labba út sjáur sinna, en ætla bara sínum sem að taka orbið og labba lengur út. Ekki komin á ult samt, þannig að kannski vont að taka þetta orbið og gefa soundið, en held að enginn hafi heyrt það. Jú, hafa heyrt það, Mikasa clearar þetta. Snowpool samt með pikka og Blöndal á entryinu þeirra næra Mollia hérna Ríó sem samt komin inn og Beast takk svona ekki við því. Mikasa með 2 viðbútt frá sjáur og Controllers búinn að jafna. 11-11, æsispennandi leikur. Bæði lið að spila hérna fyrir match point hérna roundið sitt. Ult, það mjög lítið impactful ult líka. Sage ult er erfitt í hérna defense stundum og ekki skemmtilegt bæ heldur hjá Ravi Höttur. Sjáum hérna einhverja light shields og buckies. Ákvað að spila fyrir overtime frekar en að reyna að forsa þetta round og pusha bara hérna út öll aðeins. Plastið er gott, ná fyrsta pickinu í roundið hérna, ná entryinu hjá Controllers og eru bara að fara að cruncha inn á Lurkus sem að sprayið frá Blöndal nær öllum þremanna. Óafilegt píkið sem að ég held sé mér þess að blind. Round sem að mjög lofandi save round fyrir Höttur, lítur ekki að vel út núna, nær samt mikið kausu. En lendir bara í aftershockinu hérna, erfið staður til að vera í fyrir hérna með Bucky-inn. Já, reynir að ná hana bara smá auka damage, en nú erum við að sjá fullt af ult hjá Controllers. Núna er komin impactful ult. Þetta lítur ekki vel út fyrir Ravi Hött. Fóru síðast hérna B á Breach ulti, virðast alltaf færa það yfir á A-ið, eða kannski spila bara postplan við ultinu og endra með Fade ulti og Clove.
núna mjög mikilvægt fyrir hött að halda Killjoy lifandi sem spilar akkurat bara inn í CT og svolítið leifa Breach-ultinu bara koma, leifa hann að taka sæt, þú verður að spila retake hérna. Fate-ult, Clove-ult og Breach-ult, þetta oföflugt. Þú ert með besta retake-ultið í liðinu þínu. Svolítið skrifaði í stjörnunar þetta round. En Spikeinn kemur niður og ekkert ult komið út sem að mjög vont fyrir hött. Og eiga núna allt í þetta postplant. Og Ryu líka bara opna roundið hérna og Blöndal með annan. One enemy remaining. Og Sot bara einu eftir hérna, ulti kemur niður. En flott skot frá Sot hann að stönnu en það verður ekki til. Controllers taka fyrsta map eftir gríðarlega flottan leik hjá báðum liðum og bara skemmtileg byrjun á vor tímabilinu. já, Sjáum hérna Ryu og Raccoon, við vorum að tala þetta 10 first plots hjá Ryu, virkilega aggressive player og bara virkilega vel spilað hana milli Raccoon og Ryu. mjög þægilegt að vera aggressive player, þú með góðan breach fyrir aftaði líka. Já, það Og svolítið setið þið svolítið mikið upp. skemmtilegt. Samt bara hérna 6 assist á breachinum, þannig að greinilega Ryu bara taka þetta í sína reygin hendur svolítið. Já, Eða kannski nær breachin að isolata bara fightinn fyrir hann og hann ekki endilega ná þeim sem lendi í utilityinu. Maður hefur alveg lendið því að taka svolítið leikið. Það er mjög leiðilegt að horfa á scorebótið á þannig leikjum. já, það er svona alls konar. Síðan sér maður stundum Breach með 2 kills og 30 assists Já, og það er alveg jafn impactful og þessi leikur, það sem hefur vært með 27 kills og 6 assists, það þýðir bara að einhver annar að klára áður en þú kemst að einstaklingnum. já. En bara virkilega vel spilað og þetta controllerslið lítur bara virkilega vel út og höttur kannski að spila bara ennþá betur heldur en voru í haust. Mjög samfærið hérna leikur frá controllersina segi ég. Bara mjög spennandi leikur líka. En við ætlum að taka örstutta 5 mínúna pásu á meðan við setjum upp leik nr. 2 sem á split, sem akkurat mappiki hjá controllers, þannig að höttur komin í smá brókina, Já, tapa sína eigin mappiki. En við sjáumst bara rétt bráðum, ekki fara langt, grípið drykki, grípið nammi. Við sjáumst bara rétt bráðum.
Velkomin aftur, fyrsta mapp búið í viðureign Controllers og Huts. Ótrúlega spennandi leikur 13-11 fyrir Controllers. Virkilega skemmtilegt til að byrja með. Og þetta kannski bara ekki alveg það sem fólk verður að búast við. Náttúrulega slatta breytingu hjá Controllers. Já, höfum séð þessi lið mætast einu sinni og þá vann Höttur þann leik. Þannig að tölunar voru ekki með þeim í hag, ekki mikið af þeim til að dæma úr samt, en bara Höttur reyndar að liði líka. Þetta Já, það náttúrulega Controllers eru með hennar nýja spilara sem eru komið inn og sennilega, maður veit svo sem ekkert allt og mikið af þessu spilurum, en Ryu að koma virkilega sterkt inn í þetta lið og gaman að sjá bara svona sterka keppni. Vonandi verður þetta bara svona hjá flestum liðunum. Já, og Raccoon hefur akkurat líka bætt sér mjög mikið frá síðustu tímabili. Algjörlega, það eitthvað sem frekar mikilvægt að bara koma sér sjálfum í gang. Það þessi bæting bara á milli deilda og það mánuður síðan við kláruðum síðustu deild. Þannig að það bara... Og það var ekkert mikill tími hana til að bæta með jólin og áramótin. En svo sem þá höfum við ekki séð Controllers-liðið spila í svolítinn tíma þar sem að umspilið, úrslitakeppnin, já. Brackets voru næstu í 2 mánuðir. Já. Hátt 1,5 og þar sem að Controllers komst ekki upp í og ekki heldur Höttur og sáu þessi lið ekkert þá. Nei. Sem akkurat ástæðan fyrir það svo gaman að sjá þau í kvöld. Höfum ekki séð þau í svona tíma lengur heldur en mörg önnur lið. Já. Bætingin sem hefur farið fram á þessum tíma svakaleg. Það verður bara gaman að sjá líka hvernig þið mæta þá á móti eins og það sem hét Venus og núna Arena Gaming og síðan bara Íslandsmeistararnir sjálfur Klöts. Já, og það verður sérstaklega gaman þegar þau mæta hinu einstaklingsliðinu Gold Diggers, Gold Diggers var mitt season á undan voru þær einstaklingslið og kepptu síðasta season í annað skiptið. Já. Og kom inn og stóðu sig betur en flesti byggust við, náðu inn í brackets, náðu 4. sæti, unnu mappa móti Klöts sem að ekkert annað lið gerði í groups. Þannig að kannski við að fara að sjá svipað sögu en hjá Controllers. Já, það verður gaman ef að Controllers getur farið langt með þetta lið. Þetta lið klálega að virka og sérstaklega þar sem við vorum að sjá Raccoon og Rio voru að spila virkilega vel saman og líka bara sem einstaklingar bara koma sér í góða stöður og voru að hitta sínum skotum. En hvað segirðu? Split. Hvernig heldur þetta fari? Split. Þetta náttúrulega mappikið hjá Controllers. En ég veit það samt að Blöndal kemur inn í þetta lið fyrir bara nokkrum dögum. Skráði sig sem einstaklingur og ekki nógu margir einstaklingar manna lið þannig að þeim svolítið boðið í önnur lið. Já. Og þannig að hún hefur ekki æft mikið með þeim, ef eitthvað. Nei. Sem að var samt ekki rosalega mikið að sjá í þessu leik. Nei. Stóð sér mjög vel. Alls ekki sko. En þannig að spurning hvort að Split sé það mikið æft með þessum 5 leikmönnum, ekki líklegt, en kannski hafa einstaklingar æfta, eins og til dæmis gætu við séð Rio fara aftur á Jet með Raccoon á Breach. Breach akkurat mjög góður á Split. Hugsalega sjá við Raze í staðinn fyrir Jet, en það verður bara komið í ljós, leikmenn, óþekktir leikmenn. Finnst líklegt að við sjáum Sage aftur frá báðum liðum, besta mappið hennar. Já, algjörlega. Sage náttúrulega gríðarlega sterk á þessu mappi. Náttúrulega með endalista stöðum fyrir hennar vegg sinn. Já, og bara veggurinn á middi bara líka svo consistently ótrúlega góður. Já. Og lið þurfa virkilega að vita hvernig þau eiga að spila í kringum hann til að gefa ekki svo mikið fritt space til defendera. En liðin eru tilbúin, þannig að við ætlum ekki að reyna að giska meira hvað við erum að fara að sjá, við ætlum bara að sjá það. Algjörlega, fáum bara hoppa inn í þetta agent pick eftir örugglega smástund. Mér langar samt pínu að sjá eitthvað eins og mögulega Reynu eða eitthvað slíkt aftur. Ég hef séð Reynu frekar oft á þessu mappi áður
og við erum að komin hérna inn, við sjáum að það er strax búið að lokka inn 1 pick með kassa hérna. Var þetta ekki sama á áðan? Nei, hún spilaði Klóf síðasta leik. Já. Fyrir hérna Fate. Erum að fara að sjá Östru. Raccoon ætlar af breachinum. Lurka skiptir hérna úr Sage. Og Rio ætlar yfir á Reynu, en hjá Hött sjá við Eve fara úr Reynunni en í Sage. Bakamura ætlar að halda sér áfram á Smoke. Snowpool ætlar að taka Reynuna hérna, sína okkur gamla takta úr síðasta sísoni. Sott heldur sér bara á Killjoy og Gorilla Vanilla á Gekko sem er fínasta pikk á þessu mappi. Mikið af breytingum fyrir allavega með roles að gera hérna hjá Controllers. Já. Þar sem að Mikasa og Blöndal skipta hérna Initiator og hérna Controller-lórið, hérna rólið. Já, Raccoon komin á Reis. Með hérna, hitti skotum í síðasta leik, greinilega ætlar hann að taka svolítið fleiri fight núna. Rio heldur sér á Duelist og Lurka fer á passívari Sentinel-ina, ekki reactive og Sage. En er þetta samt ekki eins og hjá Ravi Höttur, er þetta ekki meira það eins og við vorum að sjá þá síðasta tímabil? Snowpool á Reynu og Eve á Sage. Jú, Eve reyndar var ekki í byrjun að line-upinu síðasta season, hann var það Pikachu sem að spila Initiator. Þannig það er kannski það sem að var svolítið vont við að missa Initiator playerinn sinn í síðasta mappi, spiluðu engan og voru með mjög lítið info. Já, núna er Gorilla Vanilla að taka það á sig í staðinn fyrir að vera á Sage, prófa þetta. Verður gaman að sjá hvort að þetta breyti einhverju, en þetta mapp þetta er ekki uppáhaldsmappi hjá svona þeim bestu í leiknum. Þetta er mjög... Þetta er líka pínu umdeilt mapp. Þetta er mapp sem að er svolítið líka á þeim stað að þú elskar það eða hata það. Já. Þetta er mjög þröngt mapp. Þú getur spilað mikið að hafa shotguns hérna og svona en Controllers byrjaði að taka alltaf byrja að sækjast í áttina aðeinu. Fate revealið hérna spottar held ég Gorilla. Smokes komið niður og entriði bara hérna. Gorilla Vanilla tekur svolítið skada hérna og entriðið er gott bara. Snowpool nærsamt pikki hérna tilbaka. Lurka með flott skot á Snowpool til að svara og komin inn í 3v4. Er samt lág, rættliki hérna er no frá Sott. 3-3. Hellingur tími eftir í þessu rándi. Sentinel til liggur. Rio hann langaði að píka, gerði það samt ekki. Og hefði sér Bakamura hérna. Nær ekki að klára Bakamura sem að Eve svolítið bjargar hana. Og eru bara 2 eftir hérna ásæð. Tíminn er að renna út samt og það eru mjög low. Raccoon nær að halda þessu, það er nóg tími. Mátti ekki vera tæpara, ekkert í afgang með það, 1 sekund og 75 og ekki mikið líf eftir á báðum spilurum. En það eina sem skiptir máli í lokin er þessi tala sem að hækkar hana uppi. Sérstaklega í svona rándi þar sem að þú ert hvort þeir ekki að geima neitt merkilegt. Ravi Höttur nær þessu fyrsta rándi, mikilvægt að byrja vel. Líka mjög mikilvægt að byrja vel í defense hérna. Já. Ef að attacker þannig að snowballa 4 eða 5 umferðum í attack, þá er þetta orðið frekar vont því að þetta er rosalega defensive sided map. Algjörlega, og það er Höttur líka að spila aftur doppel sentinel. Snowpool hérna gerir þetta mjög oft, nær bara eina 2 pikkum strax, fær líka healið, búið að breyta Reyna-healinu, ég veit ekki hvort þú veist að því, en það rennur ekki út lengur. Nei, ég vissi reyndar ekki af því, það er alltaf langt síðan ég pikkaði upp Reynu, sko. Þannig að hún er núna bara með 150 líf, það sem eftir þessu umferð aftur.
Stóður þetta núlana. Já. Þetta er visual glitch sem að við sáum mikið síðasta season. En þeir eru búin að laga visual glitch með skjöldin. Já. Það var svolítið issue í síðasta seasoni að hérna þó að eitthvað var með skjöld eða ekki þá sáum við ekki þegar við varum að observa það. Það er Raccoon hérna með smá sníka á middinu en Snowball með meira sník komin í baki á henni en kannski Bakamura stendur frosinn hana. Já, ekki alveg tilbúin í þetta. 30 seconds left. Raccoon kannski aðeins svo aggressív ofan á það og þarf ekki að sækja þetta fætan inn í CT. Þurfa bara að ná sæt. Spurning hvað var í gangi hana með Bakamura. Erum við að fara að fá tech pause kannski? Nei, hún er á fullri hreyfingu hana. Já, nei, það er allt í lagi. Það er bara að sofna við stýrið þarna í smá stund. Já, komið fyrir okkur öll. Já, það kemur alveg fyrir. Maður frýs, maður er að horfa á, kíkir á mappið og þá hleypur einhver akkurat í sjónarhornið þitt. En þetta er virkilega sterkt að byrja hérna og spurning núna bónusaránd fyrir Ravihött og Controllers komna með byssur. Gaman ef að Snowball er að finna eitthvað en Tæmingið er aðeins og klaufalegt hann að Píkar sér ekkert, Píkar aftur og standa þér í leikmennina en enginn er að klíra Gorilla hérna sem nær Ryu og Raccoon er bara komin niður eitt hérna. Kastar samt með pikkina á rampinu og ætlar að taka Heaven bara með lurka. Eve er samt komin hérna inn í Halls, elbow segi ég. Og bara að taka þetta fight en Svona gera virkilega vel er að búa til möguleikið hérna í 1-2. 1-2 og Raccoon er one shot hérna í þessari stöðu. Blöndal líka ekki með mjög mikið líf þanniglega séð heldur. Skjótt ekki henni í vegginn. Raccoon gerir vel hérna, Píkar og nær þessu. Hún að vera virkilega bara on point með skotin sín í dag. Mjög klíningur leikmaður í kvöld og líka bara komin hérna með 8 púnta ult í round 4 með 6 frögg. Líka bara mjög gott ult til að eiga hérna til að hugsanlega stöðva eins hérna það sem er að gerast hérna hjá Hött. Komnar á byssur líka. Já, bónusarándi svona alveg ágætt. Það fáir eftir, hún er bara einn sem er lilli. Ryu er bara á hérna augað mun ekki spotta Eve sem að er með ógeðslega góða stöðu hérna. Nær bref! 3 hausar hérna, lurka samt með treytu, Snowball nær lurka samt strax eftir á og Raccoon er núna bara eini í þessari umferð. Geggja skot að Bakamura. Raccoon getur... Þetta er 1v1. Hún hittir öll skot. Hún bara getur ekki mist og... Veit líka af killjoyni hérna á B og hleypur bara yfir á það. Nær spæknum niður hérna. Eða samt 30 HP. Við höfum séð þess að sögu áður. One shot á mótið shot. Spækið niður á A. Meiri tími núna. En shot hefur allan tími í heiminum hérna en Raccoon ætlar að rappa upp í Heaven sem að ég elska. Shot mun líklega klíra sæt fyrir ykkar hjartanna og erfitt að spila þetta retake þegar player er Heaven. Kannski ekki að taka Heaven spaceið nógu hratt og sentrið hérna verður mjög vont á 30 HP. Spurning hvort að sentrið nái samt að sjá. Fór ekkert Heaven. Aðeins of hérna mikið star á Heaven hérna. Íhugar ekki annan möguleika. Og Raccoon bjargar þessu randi. Var þetta ekki 1v4? Bara eina móti 4 og bara klínaði upp. Ég er bara hérna 3 frá næstu ulti. Þetta var gríðarlega vel gert, sérstaklega eftir að Eve náði hana 3 pikkum mitt með þetta ljóta stað hérna bak við vegginn sinn og Raccoon nær að snúa randinu við og bjargar þessu randi en núna svipa nema núna fara þeir í gegnum
Gras. Koma inn að 5 í hérna garage. Eru bara að fara að pússa hérna Killjoy setupið. Lurka leikur hann á stæði, tekur helling skada frá því. Nær líka örlítið að hægja á sættekinu hérna en ekki endilega viðbröðin til staðar til að notfæra sér delay. 5 á móti 5 hérna í retakinu. Ekki mjög stóra byssur á hött samt. En við höfum séð litlar byssur vinna kraftaverk. Ríó hérna með Fraggi og Ívu úr hell og Blöndal nær öðrum. Flottskondan á Fusot og Ackermann með trade. Last player Þannig sjáum standing. við eitt af þessum lörkum sem að Snowball er svo duglega að gera. Er svona half clear á hana. Ekki clearu með neinu intentioni. Leiðileg tímasetning hjá Raccoon tók upp aðra byssu akkurat þegar hann lappar hana framhjá og Það var svona, þú veist, ég veit ég á að cleara horni en ég ætla ekki að cleara horni. já, þú veist, Það var bara, hún leit þarna og akkurat þegar hún lítur í hornið þá skiptir hún byssuna og skiptir síðan aftur tilbaka og þá var hún dauð. Þetta er svona leiðilegt en þetta kannski breytir ekki öllum leiknum. Þeir eru ennþá fengur rándið, liðu 3 af og eru í virkilega góðri stöðu núna. Ravi Höttur þurfa að finna eitthvað, er með Sage og Killjoy út. Og Killjoy svo aftur að setja upp sama setup hérna. Og Controllers lappa bara aftur í gegn. Jú, góðum mjög framalega hérna. komnið með allt spacey hérna. Blöndal búinn að koma sér líka fyrir í hell. Nei, hérna Mikasa segi ég. Hérna ruglar rollchill með hérna en dismissi hérna fyrir info. Ekki mjög snirtilegt. Bakamura með treytið hérna á Snowpool og 4 á móti 2. Hún nær inn einum. Blöndal með þriðja. Últið komið upp en aðeins nógu of hratt. seint. Bakamura nær bara einhverja kúnsalt bara klára, snýrtir þetta upp. Ótrúlega gott styrk hérna hjá Bakamuru. Já, algjörlega. Það vantaði bara hreinlega 2 sekúndur. Það náði reyndar ekki einu sinni ómeinn handa með últunni sem hann var á spæknu. Þannig að þetta var virkilega mikilvægt. Eitthvað í gangi í tjattinu, ég nenni ekki að spá alltaf mikið í því, en Pælum ekki í því, skiptir ekki máli. nei, núna Controllers að breyta hans til, fara aftur í að, sama við sáum á fyrsta randinu og minni með öðru randinu líka. En þá til Killjoy ult hérna hjá Hött, Fate ultið uppi hjá Controllers og Snowpool lappar hérna aftur í gegnum hennan Smoke. Raccoon er einhvern veginn tilbúin fyrir það en Snowpool samt hefur betur af í þessu einvígjana hana. En Ríó hægst á trendinu og komið 4 á móti 4. Ívíjana með Bucky aftur. Nákvæmlega vanilla sem er kannski mjög gott fake hérna. Tekur hérna svakalegt pík á Bucky innum. Flassi frá bakan múlun nær ekki Mikasa sem að nær að klára að nær að bjarga hann að báðum liðsfélögum sínum og Eve einin á A með Bucky og rotate ekki hann bara yfir. Ætla að skilja lörku eftir hérna til að lörka. Já, og ég er á Killjoy hérna en svo sem lítið sem að Eve getur verið að gera hér held ég. En ætlar að labba bara beint inn í lörkið og Lörka klára þetta ránd örugglega fyrir Controllers og komnar aftur upp 4-3. Gríðarlega jöfn lið eitthvað. Já, alveg mjög. Raccoon aftur að sína takta, bara virkilega vel spilað og er svona efst bara fyrir ofan alla aðra í leiknum einhvern veginn núna. En sjáum bara til svona Ravi Höttur búinn að vera með
aðeins jafnara scoreboard og spila náttúrulega búin að vera að spila sem lið svo lengi eða kannski bara orðna vana því að þeir eru allar jafn góðar gera allar sitt hlutverk vel en núna svo er aftur hérna bíð Killjoy tilbúin með sitt util þeir eru þetta vel Margar að hlaupa bara frammi á soddana og enginn að klíra hana en heppilegt að hún sé lendi í feilprólir hana Það er þetta bara að hlaupa lengra inn í séti og Spike planted. taka þetta ránd hratt. Snowpool einn eftir hérna, Flawless. ekki með vopnin í þetta. Nei, virkilega vel gert, ná hana, lifðu allar af og bara frekar örugt ránd nema bara akkurat sem Killjoy náði að lifa frekar lengi af en bara því miður lenti í smá truflun og náði ekki pikki en Controllers í þægilegri stöðu sjáum að Killjoyn er með Spectre og spurning hvort að byssuna séu bara frekar veikar ennþá hjá Hött. Við erum að sjá það hérna mjög mikið endurtek í þessu leik að Höttur er að taka sér inn á positions þar sem að þarf svolítið að hardcleara og Controllers er bara ekki að gera það og er eitthvað einhver veginn að komast upp með það sem gæti verið að fara að býta þær í rassinn seinna. Svolítið ef að þær fá að komast upp á lagi með það að cleara hluti ekki almennilega og samt vinna round þá gæti það orðið hættulegt seinna í þessu leik eða framhaldin á þessari deil. Gorilla Vanilla búinn að labba hérna niður með Snowpool sem að stærinn á tekur á móti. Fáralegt pík frá Raccoon sem hoppa bara nút og hausar hana bara. Augað kemur hann upp í Heaven og þær fara bara allar 5 á A. Engin player á A. Báðar búinn að labba undana í gegnum sewers. Og við erum að fara að sjá mjög gott contact play hérna held ég. Raccoon píka bara. Já, Raccoon ætla bara að taka alla í þessum leik. Hún er bara tilbúin í slægin. Ryu virðist vera með svipaða hugsun, tengir ekki skotinu hann alveg og Soto Bakamura býð eftir seinna svinginu hérna en Ryu veit betur. Er bara smókuð og ná crossinu hérna. Skýtur bara spraya bara í gegnum smókinu hérna og Lurk er bara ein eftir í Heaven. Og er með ult, spurning hvort að hún vilji nota þennan. nú verður stikki bara að koma. Últið er ekki að fara að poppa nálægt í nóg snemma til að stoppa þetta diffuse. Hún þurft að píka. Hvað? Smá klaufalegt hérna. Já. Ná út Killjoy ulti og hélt kannski að það væri nóg til að ná þeim af spæknum en þessar 10 sekúndur sem að ultið þarf eru meira en nóg til að diffusa. Já, smá mistök hana en Höttur nýtti það allan vel og fá ránd tilbaka. Spurning Controllers spiluðu þetta frekar vel en það var náttúrulega bara þetta retake hérna hjá Sot og ómeinin er Líka smá svolítið svona Bakamura, takk fyrir. Já, smá svolítið svona over-aggressive hjá Höll líka, hérna Controllers komið aðeins svo mikið confidence hérna er að hitta rosalega mikið á skotum en gleyma að þær eru ekki ódreifandi. Ryu samt með fyrsta pickinn inn í roundið, dismissar upp í Heaven, leipur bara einu og þetta er kannski akkurat það sem þú varst að tala um. Akkurat það sem ég er að tala um, svona overconfident hann leipur bara upp og eitthvað svona half clearar bara allt og Snowpool stendur bara hann og tekur á mótinni. Þær brjóta vegginn en náttúrulega hlaupa Vents eins og við höfum séð að gera nokkur sinnum í þessu leik en Mikasa með gott pick hérna á Snowpool var róleg og kíkir bara hana niður en hún hlaupa þær bara inn en Bakamura næri ekki að tengja skotin. Úff. og Raccoon er bara að vinna þessi fight sem að líta bara ómöguleg út en hún gerir það bara af því að það þarf að gera það. Hún er einhver kraftaverka kona hérna. Setur henni inn upp í Heaven, er bara að fara að fá Eve í baki á sig samt hérna. Ekki tilbúin fyrir annan player frá Vent sem að smá klaufaskapur. Já, hefði kannski vilja vera með einhvern annan bakveði en Mikasa nær Sot á móti og ein eftir
Vill hún labba hann að píka heaven eða? Nei, Ultimate is ready. finnum í kassa. Ætlar kannski frekar bara að sækja skaða en að frekar reyna að vinna þetta round, seifa bara hann að Phantom, gott að eiga hann. Veit ekki hvernig peningastæðan en tíminn lítill, nanosóns á spæknum og gerast í frekar óvinnanlegri stöðu. Hefði getað ressað en ressið væri að koma svo seint þá og... Já, en nú talaður þetta væri defensive map. Já. Controllers eru komnar í 6 rounds. Myndirðu það segja að þær eru í mun þægilegri stöðu akkurat núna? Alveg án efa, en... Hvað er það sem að Höttur þarf að gera núna til að koma sér tilbaka? Höttur eru með aftur, fyrir ekki defensive lið, eru með Sage og Killjoy. Vilja klálega vera að vinna þessi defensive round. Sko, þegar executin er að koma hérna hjá controllers og þau eru svona aggressiv, þá eru margir leikmenn hjá Hött að deyja bara einn í einu. Það er svolítið það sem er að klikka. Það vantar þessa samheild þegar þau halda sæt annarkvort ætla þau að testa sæt saman eða þau vilja bara retaka. Og líka einmitt þetta, núna eru controllers að búa svo mikið við þessu lurki að það er bara að virka minna heldur en ekki. Ná í samt inn á 2 entryinu en ná báðum lurkurunum hjá Hött eins og ég segi. Virkilega vel gert samt hjá Hött, ná öllum sem að voru að entrya hjá controllers og núna ná í hana spæknum líka sem er mjög mikilvægt, annars hefðum við 100% séð bara controllers fara í áttina A sem þeir hafa gert svo oft, náð báðum lurkurunum á A og fara bara þangað, fá frýtt plant. Það er svolítið það sem er að klikka hjá Hött, þeir eru að gefa þetta A-side svolítið frýtt. En Sott bara með gott position en búinn að taka mikið space með ultinu sínu og lurka 1 á móti 3 hérna. Þessum tíma á hann ekki bara baka. 2 round eftir í leiknum og þær eru örugglega í góðri peningastöðu, þannig að reynir bara að vinna roundið. Vertu bara að hetja, þú hefur enga að tapa. Já. Kannski færði einhver hérna Orbsana, færir þið nær ult, eða þú veist, svolítið langt frá ulti reyndar, nýbúin að ulta. En já, bara go for it. Þannig er liðið, já, allir með pening og þú ert bara, það er 1 round eftir þetta það er að segja og... Já, græðir ekkert að því að seifa hana. En bæði lið í full buy. Já. Geðið stórt impactið á honum. My Gauntlet, það er skemmtilegt, það er smá arcane hana. Face your fear! Hérna sjáum við þetta 5-manna execute sem þeir taka stundum. Núna er mjög mikilvægt fyrir eins og til dæmis fyrir Bakamúru að labba ekki einan út og fæti það. Og líka utility eins og þetta, kom hana Omen Flash. Já. Enginn tilbúinn að spila því. Nei. Geymdi þetta flash bara fyrir retakið. Falla 2 hérna í báðum liðum. You are divided! Og restið á Eve, Snowpool með 1 hérna, Ryu með annan. Spækinni komið niður, Blöndal og Ryu 2 eftir. Eve komin á spækin. Næra hafa. Komin í 2-2. One enemy remaining. Jú að spila þetta gríðarlega vel. Nær þrep. Ryu með 3 hérna og einhver veginn nær bara lappa í diffuserinn, enginn að haldunum, báður að spila hana ekki fyrir plantið. Það er raun ein hana sem að var tilbúinn en var bara aðeins og sein. Ryu nær að koma inn, lætur sig sem bara hverfa aftur á bakvið Astra-vegginn. Þannig að sjáum við annað vandamál hjá Hött. Hún á bara aldrei að komast nú langt til að sjá diffuserinn hana ef hún er ekki að koma úr heaven. Já. Það er alltaf, en þessi Astra-veggur var reyndar frekar vel positioned upp á það að gera. Að komast þarna akkurat í gegn, ná að píka þarna. Já. En jú, auðvitað, það á náttúrulega einhver annar að vera kominn en Eve var náttúrulega mjög snögg á spækinn að byrja að diffusa. En það er svona, það vantar kannski að vera bara á sama tempói inn í roundinu. Já. Eve var mjög fljót
komst Það þér er bara inn nákvæmlega það sem er að. og aðrir kannski ekki alveg tilbúin í þetta og voru bara ekki í positions til að akkurat passa upp á hana. En þetta var Controllers komnar í 7-5 í hálfleik og núna búið að switcha sides og Ríó að spila mjög aggressiv hérna. Gerir það sama og sama bara frá Snowpool í fyrstu umferð sem hann lappar út aðeins. Er næstu í refstað fyrir það, kemst í burtu með 48 lífana. Ætlar samt að verða aggressiv aftur. Hann er að lappa burt. Tekur eitt stepp og bakkar. Nú eru höttur reyndar mjög drenglar. Spækinn komið niður. Raccoonana tekur svingið einn, ætlar að reyna að stoppa þetta plant. Er þetta frekar hættulegt. Shot hérna. Gott position, Blöndal nær 2 og Snowpool er einjan inn á side. Spurning hvað leikmenn Hattar er að gera svona langt í burtu. Spækinn komið niður, verða að vera sneggri. Voru náttúrulega mjög dreif þannig að þegar þau voru að fara að setja spækinn niður en Snowpool Klíra ekki. Positionin í þessu rándi eru brengluð og backside er ekki klírað af Ríóana sem að nær bara taka Blöndal af spæknum. Mjög spes, í raun leit út eins og hann hafi litið beint á Snowpool, ekki séð hana og snúið sér við og lappa bara inn í garage. Snowpool er í prophund. Já, Þetta var vel falinn. Þetta var brengla randa einhvern veginn. Báði að 2 af 3 leikmönnum Hattar lifandi á A-side og endilega rosalega mikið að flýta sér yfir hana fyrir en að Controllers sem bara komnir inn á side. Og þorði einhvern veginn ekki að færa sig yfir og það má ekki. Þú ert með spæk niðri en þær voru bara 2 á side sem að koma þessu spæk niður. Það var ein í heaven en þetta var bara já, Ránd er ránd. Ránd er ránd. Ívina tekur orb. Raccoon ætlar að spila inn í þessum smoke með shorty en býtir enginn á agnið og lappar inn í hennar smoke. Eða hvað, Bakamura koma aftur. Spækinn er ennþá í garage þannig að það virðast vera að hallast að grass-pushinu. Snowpool tekur þetta pussa heavenina. Shot býst við Ríó í vents. Nær bara til killi. Nær einum en Kazakan með treytið. Snowpool með 3 hérna. Forsvar Vandal í hérna anti-íkónu þeirra sem að mun koma sér mjög vel fyrir í þessum bónus. Og 7-7. Verðum að sjá svolítið gott rándina frá Hött. Já, Höttur búinn að vinna núna bæði rándin í Attackers. Byrja eins og Controllers byrjiði hinum megin. Þannig að spurning hvort að þær nái bara góðu tempói núna og komi sér af stað í þessu Attackers side. Kasa tekur smá hérna damage hoppinu. Smá hissa hana sá ég, stoppaði hana aðeins. Gott flash hérna sem að Bakamura aðeins rugluð byrjar að skjóta tímindi sinna hana. Enginn að klíra Blöndal sem að nær ótrúlega góðum skaðana á Gorilla sem fellur í toweri törreti hjá Killjoy. One enemy remaining. Hlörka nær 2 manna sem að ætla að koma inn á site og Controllers. Mjög mikill klaufaskapur frá báðum liðum í þegar þau eru að klíra sig angles. En gott kildi fyrir Bakamuru en að ná inn þessu skada. Nær ekki Lörka líka sem er með 3 í þessari umferð. Verðurlega besta rándi bara hjá Lörka í dag. Vel spilað, gott position og nær hitti skotunum sínum. Virkilega mikilvægt að hjá Controllers að bara allir séu Við erum að sjá góðar umferðir frá leikmönnum Controllers. Allar séu svona dreifðar og að spila vel sko. Þetta við fáum að sjá hérna Gorilla Vanilla náttúrulega er að spila annað var að spila náttúrulega Sage áðan og er að spila núna Gekko. Spurning, hefur hún verið að spila Gekko áður eða? Hún hefur enda tekið smá Gekko áður, já. Já, en ég er náttúrulega að spila í þessi vitur, þannig að
og vera að spila í assistu með Ríó að gera virkilega vel. Opnar hérna umferðina með mjög aggressífu píki á allt liði á Hött. Kemst samt upp með það með mjög minniháttar skaða. Tekur okkur skotanir gegnum vegginn sýndist mér. Og ætlar að fara aftur í þetta aggressíva hólf. Er komið fram hjá auganu en skiptir ekki máli því Snowball hittir bara skotunum sínum. Neitið hérna í ramp. Næri ekki að klíra neitt, lendir fyrir aftan kassan og Snowball með 2 til að koma þeim inn á þetta A-side. Mjög góð opnum inni á Snowball sem að rétt svo lítir í burtu þegar lurka píkar og er tekinn inn að setja þetta í 3 og 3. Sod er hérna með allt flankið ein. Það er þessi tímasetning sem að skiptir svo gríðarlega miklu máli og oft mikil óheppni þegar þú lítur akkurat frá þegar hinn kíkir en núna Kassa koma sér inn á sæt. Bakamura greipinn hana aðeins svo opinn. You fought well. Mikasa ætlar að taka Molly hann af One en enemy remaining. passa sig ekki að klíra sæt strax og Blöndal ætlar bara að stikka Eða hvað, en hefur ekki tíminn er ekki að vinna hefur ekki neini. tíma svo. Ótrúlega vel spilað hjá Sod sem að mun samt falla við spækinn hérna en vill frekar rándið heldur en byssuna. Virkilega vel spilað, ná að koma sér, tapa hana bara bónusrándinu og vinna síðan strax næsta ránd. Höttur að gera vel hérna á attacker-side og situr bara smá pressu á Controlis núna að finna bara hvernig þeir að spila til Fenday-side. Það var sensinn að komast yfir í þessu leik í fyrst skipti síðan í Pistols bara í byrjun leiks. Ekki mikil peningur á hérna controllers hérna þannig að round sem er mjög mikilvægt. Blöndal er ekki búinn að pre-placea stjörnuna sinni inn í byrjun rounds. Það verður til þess að hún kemur svolítið seint niður. Nærgóðum skada á Snowball, 120, 3 skotin í líkama. En fellir hann ekki og sjáum Spike koma hérna niður. Mjög opið plant sem að er svo gott við Gekkoen, nær svo opnu planti. Gorilla Vanilla Gorilla Vanilla með Mikasa og treytið samt kemur. Sjáum bara hérna pikk fyrir pikk hjá báðum liðum. Enginlega að vita hver er ofar í þessu randi eins og er en og bara aftur pikk fyrir pikk. Smá klaufalegt hana hjá Ríó, dettur hana ofan á Sod og vandræðilegt að snúa sig við. Góður skaði á þessu neyti en ekki nóg og Höttur er komin yfir hérna í þessu leik í fyrst skipti. Sod er að spila þetta afturplant virkilega vel. Er með þessi klassíska Killjoy sprengjur á bombinni en er að tímasetja hvenar hún kveikir að þeim á mjög góðum tíma. Akkurat þegar þeir eru að fara á bombina þá kveikir hún. Já. Hún er að positiona sig vel og þetta er bara hún er að spila mjög vel á soundcue-nu sem að Controllers er að gefa inn á bombinni. Já. Þú veist, hún er ekki að bíða eftir tappi á spæknum, hún er að bíða eftir fótskrifum á spæknum sem gefið þeim ekki sensinn til að skjóta Mollys. Tölum það að þetta er ekki mikið að takkja svona lið en í postplantinu er það svona virkilega gott. Kemur sér út hann að tegur svona helling skada. Neyti klippar vegginn hann að hefði verið mjög gott neit en Mikasa með fyrsta pikk í þessu rondi og Gorilla Vanilla er einin á sæt með spækinn en nær samt einum. Kassa búinn að finna 3 hérna í þessu rondi One enemy remaining. og Ríó finnir hérna Snowball fyrir aftan. Það er byssunni að nær að stela þessu killi og spurning hvort að Ívi bara hlaup hættir við að ressa og hvar ætlaði hún að ressa? Inn í sjoppana þar sem þú sér að landbótan, rauða exið. Hefur eitthvað einn hættið það? Já, tekur það upp og hleypir í hinna til það. En spurning hvort að það hefði verið call frá liðinu en Blöndal nær að klára rándið
líklegast verið call frá liðinu að geima ressi hana. Ég hefði persónulega farið í þetta, mjög vinnanlegt round, þannig séð. Já, lenda samt þá 2-3 og eru ekki með spækið. Snowball hérna komin aftur á reynuna sína, sjáum það líka bara 21 frögg efst í þessu leik. Mikasa að skína mjög vel líka 20 fröggana með Raccoon. Já, skemmtilegt að sjá að bara mismunandi leikmenn geta líka bara poppað off. Já, og bara... Þetta er ekki bara einhver einn leikmaður í hvoru liði sem er hann efst báðum leikjum. Það eru mismunandi leikmenn sem að koma og bara finna sig í leikjum. Mikasa fær hérna infóið á helling af skotum á millinu. Lélegt bæ frá hérna Hött og Ryu er bara búinn að labba hennu. En er ekki tilbúinn fyrir þetta pick og Sod opnar þetta round. Fær samt bara Guardian, ekki stærri byssa en það. En samt betri byssa en Spectreinn og leikmenn eru mjög dreifðir. Killjoy Utility fer niður hérna. Sér Raccoon. Lastið er ótrúlega gott og þeir cruncha hana og þeir eru komið 2 pick inn í þessu roundi, 2 byssur og Spike niður og positionin eru skemmtileg, eru með crunch hana á controllers en þurfa timinga það rétt, mega ekki vera of sane. Bakamura mjög low hérna í horninu, næra TPA út og Gorilla Vanilla nær picki. Ressið kemur líka hérna á middinu en ætla bara að stíka spækinn. Mollið næst að koma í veg fyrir það og bara 5 lifandi hérna í save roundinu hjá Hött. Ótrúlega gott round. Virkilega vel spilað, þetta var Sage Ressið notað en bara tryggir roundið ef eitthvað vandamál skildi koma hérna upp og Ravi Hött í mjög góðri stuðu akkurat núna. Peningurinn ætti að vera mjög góður hérna núna þar sem að þeir fengu mjög mikið ætti að flestar á fengi fríða byssu hérna nema hjá Snowball sýnist mér. Peningurinn ekki af góður hins vegar hjá Controllers þar sem að við sjáum að Ryu er komin hérna á Sheriff og lörka bara engin skjöldur og engin byssa. Plastik. Já. Spilar líklegast bara upp á utility sitt, hefur eytt einhverjum pening í það og reynir vonandi þá bara að spila í kringu það en nú sjáum við Snowball 6 playerinn á middinu, fá infóið á Kast, Snowball bara hleypur inn í vent. Þessar tímasætningar eru ótrúlega stundum. Hleypur bara hérna í næsta fragg líka, svolítið að þjást frá því sama og Ryu, búinn að vera að gera í Defenders. Nei takk segi ég. Lörka og Mikasa að finna picks. Bakamura nær einu tilbaka en og Gorilla er komin hérna í hell. Eru ekki að fara að klíra það. Annar í heaven. Næst að klára hann og Bakamura er 1-2 hérna samt. Wallið út og spækinn er niður í einhvern veginn tók ekki eftir því. Tilbúin að flassa hérna verður mjög gott flass. Lörka þarf að aðstofa Mikasa hann að er í diffuseið og núna er ekki tími til að klára þetta. Mikasa reynir að stikka þetta en það er held ég ekki tími fyrir þetta. Bakamura fellur fyrir þetta líka en erum bara að sjá geðvitt mikið að roundum hérna þar sem allir eru að deyja og spækinn eru að springa og ótrúlega tæpu leikur báðir. Þetta er bara hvert einasta round er bara annarkvort 1-1 hérna alveg í endan og tíminn að klárast og þetta er bara gríðarlega jöfn lið. Fáránlega gaman að horfa á þennan leik og ég veit ekki hversu oft ég er búinn að sjá það núna þar sem við erum að fylgjast með einhverjum sem er að passa bara einhverju línu, bara mitt eitthvað tekur upp eitthvað utility og þá lappar einhver fram hjá. Þetta er ég veit ekki hvort þú sást það en Controllers eru á mjög hérna skrýtnu bæi hérna þar sem að sumir eru að kaupa en aðrir ekki og hálfgert half by force eitthvað. Já, sem er mjög vont þegar liðið þetta er ekki samstíð þessum hlutum og kemur þeir inn í svolítið losing streakina. Lörka lappar henni inn í smókinn sem Eve er tilbúin í
Ríó samt með pikk á sott úr garage. Akkama með aðra, Sheriffinn er að hitta. Ríó komið með byssu, nær þriðja. Neitið henni gott inn í slóorfið og Eve tekur hellings damage. Og Astravekkurinn er bara að fara að halda hérna diffuser-vöggurinn. Leifurverkinni spóki nær ekki að taka af spæknum og hún deyr samt bara akkurát eftir að spækið er diffusað. Annað þriftiráttina. Veggurinn hana var góður, hefði getað verið betri því að hún hefði getað lagt hann þannig að hún myndi blokka bara spækin og þá hefði ekki verið hægt að svinga hann út úr hefðan á náinni. En stundum er svolítið svona finicky að pleysa hennan Astravek hratt. Já, þetta er ekki skemmtilegast ability til að nota þegar þú ert að stressast og hefur lítinn tíma. Nei. En Controllers núna komnir í aðeins skárri stöðu til að jafna þennan leik og komast aftur í 11-11. Það var held ég bara nákvæmlega eins í síðasta leik ef ekki kannski öfugt. Ég man nú ekki hver komst í 11 fyrst. En ég held að það hafi verið Controllers í síðasta leik þannig að við erum bara að sjá mjög jöfn lið. Já. Svona Eve sem að ætlar að fara fyrst inn. Ná Ríó hérna og Snowball nær með kassa. Blastið frá Bakamurana er gott en tengir ekki í neitt. Og við erum aftur bara að sjá hérna pikk fyrir pikk, Snowball með 3 og lurka 1 eftir hérna. Snowball með 4 í þessu randi þar sem hann hittir bara öllu og Höttur eru komin inn á match point. Snowball með ult og með Killjoy ulti líka, Sot. Og peningurinn er mjög slagur hjá Controllers hérna. Sot er komin í brók með þetta round. Spurning leik. Nei, við sjáum hérna fyrsta timeout kvöldsins. Fólk er ekkert búið að vera... Þetta er frá Hött samt. Já. Er það ekki, þú vilt ekki halda tempóinu, komast inn í þetta round, klára þetta? Eða eru þeir bara, heyrðu, stressið er of mikið? Þurfa kannski bara að ná þetta niður. Já, við ætlum aðeins að okkur, þeir eru ekki með bæ, við ætlum að vinna þetta round. Já. Það er náttúrulega... Það er svo sem líka bara sniðut, sko, líka ef þeir eru með eitthvað hugsun fyrir þetta round. Já. Það bara til að tryggja hana leik, eiga eina Killjoy ult, kannski vilja það bara ná því á hreint hvað þið ætla að gera með þetta Killjoy ult. Snowball með 27 í þessu leik, nálgast bara tölunar sem að... Voru með aðan, það var 30 bara aðan. Og 30 bara aðan, gæti stemt í aðra núna. Mikasa með 24. Erum að sjá hérna hjá báðum liðum að allir leikmenn geta sótt kill. Já, algjörlega. Hennilega jafnara skorport heldur en í síðasta leik. Engin leikmaður í þessu leik sem að einhvern veginn hverfur. Mér finnst ég sjá góð round frá öllum sem er svolítið það sem við viljum bara sjá. Það geti ekki allir verið efstir en það geti allir staðið sér vel. Það er akkurát málið. Núna komin í þetta match point round. Spurning hvort að Ravi Höttur getur komið okkur í leik númer 3. Lurka að spila 1 hérna á B. Þau ætla bara að labba hann einn. Sage-vekkurinn kemur upp og pushir frá Heaven, setur mikla pressu, gefur þeim side, spækinn er frá niður. Allir lifandi í þessari round og spækinn komið niður. Bakamuna með fyrsta pikkið á hérna Lurka frá Heaven. Snowball nær Raccoon líka. Flott skot frá Ríó. Fiskina vel gert. Smá séð. Kemur Killjoy ultið til að hægja á retakinu. Blöndalina nær ekki að klára Sot sem er á einu. Þessi byssa. Stingurinn er... Æjæjæjæj. Sumir segja að Stingurinn sé besti byss í leiknum. Þarna sjáum við af hvernig er það ekki. Ótrúlega flott skot frá Ríó hérna. Lítill tími er kannski ekki nóg samt. Og Sot klárar þennan leik og við erum að fara í 3. map. Haven. Haven, það er skemmtilegt map. Það eru margir sem eru reyndar ekkert rosa sáttir að hafa þessi 3 sites. En það er áhugavert. En það er svo sem, núna er það orðið svo eðlilegt fyrir allavega mig sem mikinn Valorant spilara. Já, og lítinn CS spilara. Já, þetta var aðalega kvartanir frá CS spilurum sem voru að færa sig yfir í Valorant. En
Mér hefur einhvern veginn aldrei þótt þetta þryggjasæta dæmi verið skrítið þar sem að ég spila mjög lítið af öðrum byssuleikjum. Já, þegar ég byrjaði í Valorant þá var það eiginlega með bara svona hópnum sem að spilaði með í CS og það var alveg svona þeir sem að svona stóru CS-spilararnir sem múið að eyða einhverju 5.000 tímum í hennar leik að mæta inn á eitthvað þryggjasæta map, það var ekki málið, sko. Nei. Það var of skrítið fyrir þá og ég held að ef þeir væru ennþá að spila Valorant þá væri þessi nýjum upp náttúrulega algjörlega að gera það örugglega. Maður fyrir svo Fraxjör. Já, Fraxjör og Biss bara það sem getur verið að hoppa af mappinu hérna. Það er svo sem ekkert ókunnugt fyrir CS-player. Nei, það er svo sem eins og Vertigo en það er svo sem ekki vinsælt mapp heldur. Ég held að þessi mjög margir sáttir að Train hafi komið þar en hérna eitt það er... Já. Við erum komin í map 3. Það voru kannski ekki allir að búast til þessu til að byrja. Samt alveg lið sem að voru ekkert svo ójöfn síðan season. Kannski bjóst við 2-0 og svona jöfnum leikjum en það að liðin hérna að Controllers vinnur inn að mappi á Hött og Höttur nær samt að bjarga sér inn í þriðja mapp með að vinna ótrúlega tæpan leik. Báðir leikir hvað? 13-11? Þessi fóð 13-10. 13-10, ok. 13-10 og 13-11, það er bara Höttur ótrúlegt. Með eitt ránd í hag hérna, ekki mikið á milli liðana. En við ætlum að taka örstutta pásu. Liðin ætla að fá að græja sig. Hvetjum ykkur til að kíkja á meðan á MBL, fréttamiðl okkar, þar sem að þið getið séð fréttir viðburði og atburði í rafíþróttalífi Íslands. En á meðan þá ekki fara langt og við sjáumst rétt bráðum.
Holy moly. Holy moly, það er hvernig þú ætlar að byrja þetta. Það er bara það eina sem ég get sagt. Gríðarlega spennandi leikir. Ekkert smá. Og það er eitt map eftir. Haven. Það er Haven. Og ef ég þekki það rétt, þá elskar fólk að spila það pínu mismunandi. Annarkvort vill fólk vera mjög örugt, bara long side C og long side A, eða þau vilja vera að spila í þessu þröngu aðstöðum í gegnum garage eða gegnum short á A og kannski með þess að pínu svona inn í gegnum B, en Það vilja ekki mjög margir spila á B. nei, Og- það er ekki rosa vinsæll staður. Þetta site mætti alveg kannski bara ekki vera þarna. Já, það mætti Það er bara svona næstu því. gæti næstu bara verið mitt, sko. Jú, stundum getur þú plantað B á tíma og svona og stundum er það ágætt og save roundi. Já, En, jú, það er alveg hægt að fafa pre-plan fyrir B, en það er, þú verður að spila postplantið svo öðru í sem öðrum sætum. já, það er, mér finnst einhvern veginn B bara vera þetta svona, það sem þú þarft eiginlega að bjarga þér með ef þú hefur ekki svör til að koma þér inn á A eða C. En líka þegar þú tekur B þá að mínum að þarftu svolítið að taka annarkvort C eða A-link. Já, Með allavega, annarkvort ertu búin að grúppa þér yfir svona, garage og ert með það örugt og ert síðan með bara það sem að leynið sem að kemur inn á A, en ég veit ekki, ef þú ætlar að taka allt A-sætið þá ert ekki að fara á B, Nei, þá ertu náttúrulega bara að fara á A. þú tekur en, alltaf bara linkin, sko. Já, Og það þú er veist- alltaf þetta link, sko. Og kannski getur þú fengið þá flanki gegnum City. Já, En á þetta móti, er líka mjög gott map til að inserta. já, það er, og En líka, það er bara ekkert mjög margir sem gera það. nei, postplant er reyndar svona frekar erfitt á þessu mappi. Það er mjög mikið allan eins og við sáum hreinlega bara núna í síðustu deild, Clutch og bara önnur stærstu liðin, Venus, Valkyrjur, voru öll mjög góðar í að retaka bæði C og A. Já. Og sérstaklega núna þar sem það er ekki lengur hægt að pinga, Já, þá Það er er- það ennþá erfiðar að spila postplant og C. það er skemmtileg breyting. Þetta breytir mjög miklu. Já, En við erum tilbúin að fara bara inn í leikina, ég held að liðin séu bæði tilbúin. Þannig að við ætlum ekkert að bíða neitt lengur með það. komum þessu bara strax í gang og jæja, hvað heldur þú að setja frá að sjá hana? Er þetta svipað og síðast? Sod F-sjá minna Gekko aftur, Sod á Killjoy á, Snowpool ætlar á Jet. Já, Það er Jet í staðinn áhugavert, fyrir hef ég ekki séð Reyna. áður. En ekki lélegt pick á mappinu. Eve aftur að Sage, Spaka Múr aftur og við erum bara að sjá nákvæmlega sama kom. Já, nei, byrju. Þetta er bannað. Þetta er bannað, eða ekki? Var það Jú. ekki, þetta er Nýns agent og núna ætlað þú að segja mér aðeins frá honum og af hverju hann er bannaður. Hann er náttúrulega bannaðar af því að við erum með þá reglu í deildinni að allt efni sem að hefur komið út 2 vikum fyrir leik, að þú veist, það er 2 vikna svona tími fyrir fólk til að venjast breytingunni, Já. nýjum agent, en Eða til nýtt map. dæmis þegar Outlaw kom. Nýtt map kemur alltaf aldrei inn í púlið nema þegar mappinu, Já, þegar mappúlinu er breytt. Já, Við þurfum svo sem ekki að hafa ágjörð á því. En já, þegar nýjar agentar og nýjar byssur koma, það er náttúrulega bara hefur einu sinni komið ný byssa, en þá er það bannað í 2 vikur. Það er erfitt að vera að bæta við byssum í þennan leik. Það er ákveðið mikið sem að þú getur verið með. Já. En við sjáum hérna frá controller, þá ætlar Raccoon að taka controlleru núna, Mikasa ætlar að skipta yfir í duelist, Rio ætlar áfram að vera á hérna reynunni og Blöndal ætlar aftur á initiator. Mikið að vera að breyta til hann eins og liði. Já, 3 mismundi playerar hafa tekið controller-rólið, 3 mismundi playerar hafa tekið duelist-rólið. já. Sér lörkur reyndar á setninni svona- alltaf leiki. Já, það er svona eina sem að breytst ekki. Það er lörka
Lurka annað hvort að fara á Sage eða Killjoy? Já, ef svo sem líka Ryu hefur Já, spilað bara Jet Reynu, sem Jet Reynu. svo sem svipaður agent að þannig Sko, já, Reyna samt svona, ég veit ekki, þetta aðeins öðruvísi og mér finnst skemmtilega að sjá Jet á þessu mappi, en pick sem að ég sá lítið sem ekkert, ég náði náttúrulega ekki að fylgjast með öllum leikjum síðasta tímabilis, Neon. Þetta var ekki rosa vinsælt hjá liðum. Ekki mjög, en Goldingers og Venus spiluðu svolítið Neon. Já. Var svolítið svona öðruvísi dúlitspiki þeirra. Við sáum meira bara Jóru frá Clutch eða ISO, sáum líka reyndar ISO frá Goldingers. En við ætlum einbytta okkur meira að leiknum sem í gangi. Fyrsta rándið byrjaði og eftir hjá Controllers komið inn á C. Lenda í smá Killjoy setupi sem mun hægja á þeim. Og Ryu fætar Vanilla inn í Garage sem nær fyrsta pikkinn í þessu rándi. Flassið blindar 3 Svakalegt slower line-up fyrir main. Var þetta viljandi? Og tilbaka Ég eiginlega í sjokki yfir line-upi. Snowpool núna eina eftir. Spilning hvað hann getur gert nær það sem út og nær pikki á Lurka. Hoppar upp, þetta confidence! Þetta var aðeins öðruvísi, þú gerir þetta ekkert á móti hverjum sem Nei, og líka bara þú veist, að hoppa bara upp, þú ert bara með ekkert info, þú bara Já, bara, herðu, ég bara betri playerinn og ég ætla að taka þetta. Það var pínu skilabóðin frá Snowpool Vá! En já, höftur Sástu þetta Sage? Nei, slower? Já, það skoppaði þarna á einhverju hoppi. Skoppaði upp neðst á plattform og fór upp inn í mainið. Já. Longið. Og festi bara ómenninnar. Raccoon sem sagt. Það spurning hvort að þetta sé bara eitthvað line-up sem að hún með. Þetta var allavega virkilega vel gert og ég held að þetta sé ekki line-up. Þetta var fáránlegt. Ég hef bara fulla trú á þessu spilurum, þetta var line-up. Já. En ótrúlega skemmtilegu veggur alltaf að spila á bakvið Í nær samt ekki pikkir hana. Spurning hvað gerðist þarna, en Snowpool núna örugg! Snowpool með 2 í gegnum 9 vegginn, Spikey kemur satt niður, flassið kemur en Snowpool ætlar ekki að spila af því. Snowpool með 3 nær að dassa hana í smá öryggi frá hvað sem Mikasa með 3 í randinu, Bakamura eina sæt og Gorilla kemur í flankið, Wingman á Spikeinn, svo lítið líf eftir á og gott. Já. Save round bara hjá Hött, nei, Controllers. Svo sem gott save round hjá Controllers líka eru ekki að fara að vera með mjög gott bónus hjá Hött. Nei, alls ekki, en ná samt sigrinum hana og það var Snowpool að spila pínu bara að miklu öryggi, svona tilbúin í slaginn og hefur líka alltaf gert það, alltaf eitthvað veginn. Já. Hún mjög confident player bara heilt yfir. Tekur bara ótrúlega mörg fight og mjög óhrædd við það og það dúlið sem mjög gott að hafa alltaf tak á, sko. Nú sjáum við, Gorilla Vanilla að spila Initiator, en samt ein í Garage. Það vill maður ekki vera að spila alltaf með einhverjum þegar þú ert að spila Initiator? Helst, viltu geta supporta venjulega, svona mest basic hugsunin að Initiatorinn spila með dualistinum. Já. En eins og við sjáum akkurat hinum einn, en spila bónusránd, skiptir kannski ekki öllu máli. Mikasa á 1 HP. Næri ekki að tengja einu skoti og bjargað af Blöndal sem fylgir á eftir. Nær að hlaupa rétt fram hjá Jet, nýmanni komnir út, Snowpool nær pikki. Nær komið með Vanda líka. Já, droppar í Bakamuru og gætum séð ágætist retake
Mikasa eitt á hliðina en Blöndal nær vandalunum á þeim One aftur enemy remaining. og Raccoon tekur Snowball. Mikill skaði inn í þessum molli hérna. Með Guardian en það spurning hvort hann nær pikki, gerir það. Hleypur það áfram. Tekur hann að byssu allavega og svo sem ekki mikið meira svo getur beðið í þessari stöðu, tíminn ekki að vinna með þér, playerarnir vita hver þú ert. Controllers komið með sitt fyrsta round, ná að vinna á móti bónusroundinu og bara frekar örugglega. En núna, Heaven, attackers eða defenders, sagði þitt. Hvort segir þú? Ég og Mist erum búin að hugsa þessa spurningu allt síðasta season og við komumst aldrei að niðurstöðu. Við erum bara skemmtilega handsignums frá okkar manni og hann vill segja attackers. Held ég. Já, held að það sem hann skal reyna að segja, já. En núna... Mikasa var með útið! Hún er stórblind líka! Planted. Controllers bara 3 eftir 2 Snowpool nær. Ívi bara komin á spækinu hérna. Ívi næri ekki að taka hann að spæk. Player standing. En Mása fremana. Snowball hleypur bara út og hausar. Hvað? Snowpool er bara... Hún er going crazy. Já, þetta... Hún er að hitta Crazy öll goes þessum stupid spotum eða núna. Screw up and they're Og on us. þetta var... Ég skil ekki hvernig hún deyr ekki hana á móti þessu neon-ulti. Við erum hérna komin í 5. round og Snowball er hálfnuð í annað ulti sitt. Já, einmitt. Einmitt. Herðu, smá tech pause hérna. Já, smá tech pause. Spurning hvað það er. Og en þá getum við bara að tala eins betur þetta. Hvað... Þú veist, Ravi höttur að byrja núna mjög sterkt. Við sáum eins og í síðasta leik, þá var Controllers sem að byrjaði fyrstu 2 roundin en auðvitað á attackers, unni fyrstu 2 roundin á attackers. Það er einhvern veginn bara að attackers er að byrja betur. Fyrstu 2 roundin fara til attackers. Já, en þannig náttúrulega fyrir bara 1 round til attackerana. Já. Og þau ná að... Nei, jú það er 2, það er rétt, það er höttur sem að er í attack. Nei. Ég er að finna það, sko. Já, þú ert að rugla mig. Ég er að rugla þig, sko. Já, nei. Ok, þannig að þetta er í rauninni, já, fyrsta skipti sem við erum að sjá, held ég, ef ég maður rétt, Defenders vera svona að byrja aðeins sterkara. Reyndar í splitsleiknum þá vann höttur bara bæði pistolrátin. Bæði þegar þau voru í attack og þegar þau voru í defense. Mér langar að vera ósamlega þar. Ég held að það hafi ekki verið svoleiðis. Já, það kemur þá bara í ljós. Já, það kemur í ljós, en núna eru komin inn á síðu fljótt gert. Og Rilla var nýlan raðar inn að skotum, tengir ekki mikið af þeim. Ívi ætlar að vola sig hérna upp. Elskar hana vegg, nær líka einum. Hvernig að vinna Ég hörug með þetta og núna spurning Blöndal ein eftir. Og Snowpool klárar randið. Snowball verður að sjálfsögða vera með. Eins og við höfum séð í hverju einasta randi held ég. Og fær hérna tikkið á bombuna líka þar sem að Eve komi með sitt ult. Gíjat! Einu frá ulti, sjælir. Já, einu frá ult nr. 2 komi með 11 kills og núna taka fyrsta timeout hérna hjá Controllers. Eitt sem er áhugavert hérna, Controllers hafa alltaf náð spæknum niður. Já. Þannig það er spurning, þú sagðir þetta áðan, liðin, þú sagði það bara áðan sjálfur að hérna, það er erfitt að retake þetta, nei hérna, spila postplan, get ekki talað lengur, hérna, og liðin eru bara búin að retaka mjög vel líka, og við erum bara að sjá að þetta er fullkominn dæmi um það, 4 diffusina hjá Hött í 5 roundum. Já, þetta er, maður sá þetta, fannst mér sérstaklega í bara hreinlega úrslitaleiknum núna síðasta tímabil að það var bara, það sem að Clutch spiliði upp á var bara retakes. Já. Og við sjáum þetta núna líka aftur, það eru þessi retakes sem að eru að vinna roundin og Snowpool að gera virkilega vel en það kemur samt pínu óvart,
eins og þarna Sage-veggur notaðar aggressív í staðin fyrir að reyna að halda tilbaka. Auðvitað var hún á vitlausu sæti til að byrja með, þau fara á C, hún á A en það samt eins og hérna, hún tilbúið með vegginn. Þetta held ég í sama vegg og áðan. Hún faldi sann að bak við hann. Já, þetta svona þau þrátt fyrir að vera með double sentinels þá eru þau samt að spila upp á retakes. Þau eru líka samt, það sem þau eru að gera betur núna að þau eru svolítið að spila á jafnara tempói saman. Já. Þær eru ekki rosalega mikið að deyja einar af því að þær eru að spila á mismunandi hröðum. Svona aðeins búin að ná sér betur saman hérna. Á meðan það er akkurat orðið svolítið öfugt hjá hérna controllers. Sjáum hérna endrið hjá Mikasa en á C, spækin að fara niður. Gorilla Vanilla nær bara Mikasa hérna með spektruningin á vegginn, blöndar samt með pikja hit. Spækin liggur hana. En Shot bara inn í Garas, ekki búið að taka Garas og lerkaði bara hérna 1 HP á Gorilla Vanilla. Reyndar mjög fyndið að sjá Spectre hérna á Gorilla Vanilla svona djúpt inn í leikinn. Hún bara búin að vera bónus hann að Spectre í... Nei, myndi ég halda. Hún með 3 deaths, þannig að Gætur raun öll verið pistol þannig að séu. En það veist, spurning... Nei, hún á ekkert peningin til að geta verið það. Bara áhugaverð að liðina sé ekki kaupa fyrir hana eða eitthvað. Já. Nota þess að Spectre vel allavega, náði 3 pickum og jú, svo sem var Spectre stærri en Ghost og sér Já, safe round hjá controllers en svona skemmtilega staðsendingar hérna hjá Hött reyndar B-ið bara opið Óminni lappar burt Ríu Kóin hérna upp á B eða hvað Bakamura nær píkinu Flashið kemur inn út frá Bakamura án TPR Crossið Snowpool ekki að vera velunni fyrir aggressív playið hér. Sottana smá shaky en nærstand pikkinu. Tekur hana eina kúlu í magan. En þær eru bara komnar allar af A. Og spurning hvort að hérna controller sé búin að ná að adjusta sig af hérna því hver tungan hérna roleplay, hérna rotate leik Höttur búin að vera að spila hana fyrir pikkið á Snowpool og þá sjálfsögðu bara hefði átti að minnst hvist einmann að skjóra tilbaka. Kúni ótrúlega góð í stöðu hérna með hellinga liðsfélögum á site þarf ekki að vera eins nálagt. Höttur pínu sein inn á site voru frekar lengi að koma sér yfir og það eiginlega það sem að verður þeim að falli. Já, þetta bæði lið voru með killjoy-últana en hvorugt notað og það í raun bara af því að Höttur var svo lengi að koma sér yfir. Já, besta sætið samt til að nota dult, til að retaka A. Já. Þannig það er svolítið sárt að gera það ekki. Líka bara, já, þetta svona leiðilegt situation en Eve náttúrulega ætlaði að fara hérna á bakfið og var picked off og bara vel spila hjá controllers og komnar í fína stöðu núna en auðvitað 5-2 staðan Höttur þægilega fyrir ofan til að byrja með í þessum leik. Smá default hérna fór controllers í byrjun. Snowpool ultar og píkar hérna nær Mikasa snemma samt tekið frekar langt niður. Sniðut að bakka hérna heal bara hjá Eve. Spæking kemur hann inn á B. Shot veit Bakamura fókus hana wingmanin í staðin fyrir pushið, smá greifaskapur. Og Ríu ætlar að vinna að taka aggressív pushin inn í A-main, A-link. Ekki borgast það vel. Nægir ekki að tengja hana í Snowpool en góð flikkan upp í lappinar á henni. 40 sekundur eftir á klukkunni, nóg tími til að vinna með smókarana til að grípa spækin en
og ætlar að rappa. Þetta geðveikt play hjá henni. 30 seconds Eve left. komin inn í hennar smoke og 1 enemy remaining. 1v1. Eve rétt nær þessu. Ótrúlega tæft round í alla staði. I know En what 6 must be done. round komin hjá Hött. Já, Höttur búinn að koma sér í 6. round allan í þennan helming, þannig að búinn að koma sér í virkilega góða stöðu. Sjá maður að hún þrátt fyrir að vera að breyta alltaf bara hvað hún á að vera að spila, það er initiator eða duelist eða smokes, að gera virkilega vel. Spurning hvort það sé búin að æfa mjög lítið og þetta sé svolítið búin að testdræfið. Já, bara pröfukerslan. Það hefur verið að keyra hérna alls konar mismunandi stöður og möguleika, en Snowpool aftur frekar aggressive peak hérna og nær lörku. Tekið niður í 5-manna. Fær healið frá Eve og komin aftur í fullt bara, engin skjöldur og fer bara strax aftur í píkið. Svo gríðarlega aggressive player. Að virka allan að hinga til ISO skjöldur eða eitthvað svoleiðis til að trufla þetta, og Controllers færa sig yfir að sé en SWAT með allt tilbúið þar. Hægir virkilega á þessu. Færir út í því, spreyjar hana smá, tengir 1 skot, ekki mikill skaði í Blöndal. Hittir ekki fyrsta skotunana en nær að repositiona og re-aima sig og ekki refsa fyrir það. Sage ulti kemur hérna út til að ná hverjulega vel nýlega aftur, en nýtist ekki. Ríó og Mikasa gera þetta virkilega vel og Snowpool er bara komin í bak. Ulti nær að detaina Snowpoolina upp á kassanum og 3. roundina, mikilvægt round fyrir Controllers, koma sér aftur inn að leik, stoppa þetta ról sem að Höttur eru komin á. Þarna virkaði postplantið þrátt fyrir að vera færri og Sage ulti kom út. Það voru svolítið dreifðar hana og spiluðu svolítið meira upp á utility. Með Gekko ultiðan út úr Garas, mjög vel placeað, mjög vel staðsettu Gekko hana. Oft ultar hann frá Cubby á long og það er mjög löng leið þar sem að Thrash þarf að ferðast sýnilegu, ekki jafn langt sem að fer hann út úr Garas. En þeir eru bara að hlaupa inn í Garas, nær einum, hleypur inn aftur og allt liðið eftir á. Komið 2, Bakamura sem bara komin í baki á þeir og nær Mikasa hérna. Flassarinn inn í Garas, nær að stoppa þig frá því að nýta sér þetta reynaflassana, en spækin er samt komið niður. Næri krossa hana með Omen DD og runnir gunni bara og Bakamura nær lörku. Madman píkana að glæta bara hana uppdrátta, en nær samt góð skada. Já, en reyna í ultinu gerir ekki mikið við hana, Controllers ná þessu örugglega þar sem að Höttur var á safe round, og sjáum þá sterkara núna. Jet Nýmanni komnir upp, Killjoy ultið, já, Killjoy ultið báðu megin og Omen ult báðu megin líka, og Freyja Bissan báðu megin líka. Já, þetta er bara, þetta getur ekki verið, já, þetta er allt einhvern veginn eins hérna, en það er allt í lásum og stálum hérna eitthvað í veginn. Spurning hvort að Controllers geta fengið þessi 2 rounds og farið í seinni helminginn í jöfn, eða hvort að Höttur getur komið sér yfir, en svo þægilegt að vera yfir þegar maður kemur sér í seinni helminginn. I'm pissed. Neon ulti kemur henni að næra að clear allt side og hún ætla bara að pussa lengri inn í A-link. Hætti við, fyrir bara í C-link í staðinn. Nei, hún ætla bara að spila backside, ultið er runnið út. Búið að stytta tíman sem þetta ult endist mjög nýlega. Grölla var nýlega, þannig mér fikk hann á backside.
aðeins shaky skot hjá Raccoonana og Er refsuð fyrir það. lendir hana ein í One enemy remaining. ultinu og mjög sannfærandi retake með Killjoy ultinu. Þetta er kannski það sem við vorum að tala um B-side. Já. Þetta er ekki... Þú ert með Last Neon round ult in the half. og Killjoy ult. Viltu ekki frekar reyna að fara á annarkost A eða C með þetta? Þú veist, þetta eru tvö mjög sterk ult. Til hvers ferðu B þarna? Það er nefnilega mjög góð spurning. Já, við vitum ekki alveg hvað planið var þarna, en Controllers svona pínu að prófa sig áfram hérna klálega og er að gera virkilega vel. Sjáum hvort þeir náðu hérna einu rándi til að allan að komast. Thresh hérna fer beint niður instantly, nær ekki að repicka hann upp. Pínu wasteað ult hérna hjá Gekko, eða Gorilla. Fær infoið en það eru til ódýrari leiðir til að fá þetta info. Stunnar hann að backside og box. Landir enginn í þessu stunni samt. Ekkurinn droppar og Mikasa er ekki tilbúin fyrir Gorilla í þessari stöðu og það er enginn að koma að side. Rotatið er samt komið af A. Snowpool er búinn að pussa upp hana og Spikeinn er bara komið niður en Snowpool er bara að cruncha Raccoon og One þau eru bara að enemy fara remaining. að stikka þetta diffuse. Algjörlega, Blöndal er hvergi nálægt. Svolítið svona þegar þú ert að taka rotate með Omen ulti þá verður svolítið Switching sides. einn player að vera komið nær side þegar þú gerir það. Já, í rauninni, Þetta er svo risky. Þú vilt hafa einhvern sem er að lurka hinum megin við. Allavega nógu nálægt til að aðstofa Omenin fljótt. Af því að annars er Höttur bara hreinlega með hraðara leið aftur inn á side. Já. Og það tekur lengri tíma fyrir að attackers að færa sig hana ef þau ætla að fara hana alla leiðin í gegnum spawn. Það er Sérstaklega bara að mæta líka, þeim bara á B-side eða eitthvað svoleiðis. sérstaklega líka þegar Snowpool er hann á milli og hægir hún gríðarlega á þeim. Algjörlega Snowpool. Frábær leikur We can do hjá this. henni. 17 frögg. En núna búið að snúast við Höttur í góðri stöðu 8-4 þegar seinni helmingurinn byrjar. Serverinn okkar vill meina að þetta sé að taka sætið þannig það er ætti að vera í skíjónu núna. Komnir inn á betri helmingin. Ég er óviss hvort þetta er en randi hjá Controller byrjar hérna vel þar sem þið ná tveim. Ná Snowpool og Eve. Forsa smá inn á rotatið en bara 3 playerar á A hjá Controllers. Ná Soll líka og Ríu ætla bara að pussa henn upp. 150 líf. Sá leikmaður er vandamál í Pistols en Spikeinn er ennþá hérna á middinu og Gorilla hérna 1 á 5. Nær hellingsskaða á Ríu. Reyna að overhealið Soddi að bjarga hana og ætlar að fara aftur í átt. Nei, ætlar í window. Nær Ríu hérna en tekið niður í 12 í leiðinni. Tekur út flassaðana þegar hún píkar Raccoon. Raccoon nær ekki að tengja hana. Nei, Einhvern veginn Blöndal að koma hana og græja þetta fyrir hana. Já, Tók samt út Dissin leiðan fór út. já, þetta Dissi átti ekki break. er svona fyrir eitthvað klassík mistök hjá öllum spilurum er að taka út utility þegar þú ert að fara inn í annað opisvæði. Þú vilt Smá vera með gott cover þegar þú ert að taka út utility, nota utility þá og síðan fara í opna svæði. En þetta, ég veit ekki hversu oft ég hef gert það og vinur minn öskrar á mig, en núna sjáum við fljótt A-push hjá Snowpool er bara komin upp hérna Svörti. Tekur bara skoðin ekki en veggið. Heavy penetration á þessum Guardian. Sem ætlar að gera mikið skaða. Spike planted. Tekur hérna One enemy remaining. Nakamura að gera vel, næra að opna sæti virkilega vel og Eve klárar. Careful.
Sott bara komin í bakið á Ryu sem að býst ekki við þessu. Ó. Hittir ekki alveg í hausana. Blikkið á Íver. Já, Bakamura nær að klára þetta með þrennu og Þetta var þrifti. Höttur nær að vinna þetta þrátt fyrir að hafa, ég held að þeir hafi samt klálega verið búin að kaupa eitthvað en eru hreinlega komnar í sitt eigið bónusrátt núna. Þetta er svona pínu öfugt, náðu það mikið að byssum og einhverju svoleiðis að þeir eru með hana 2 Guardians sem að komi af hinn liðinu. En jú, það eru Phantoms og Vandals sem að fylgja því og Controllers núna í óþægilegri stöðu. Þetta er, þú Vilt ekki vera að tapa Antígoninu þegar þú 8-5 undir. Nei, alls ekki. Og Ryu Nær byssuna tekur bara engan skaða. What? Ég örugg með þetta sko. Veit ekki hvort hún sá hana eða hvað þetta var. Og Raccoon bara eitthvað lappan inn í window með hnífinn úti, tekur hana Guardian bodyshotið. Mikasa komin í baki á henni en lítil byssa, erfitt að gera eitthvað. Og þær eru bara komnar inn á. Nói, Löska gera vel með klassikan á móti Eve en Gekk og beigir sig undir skotana þegar hann setur niður Wingman. Sástu þetta? Nei? Hann setti niður Wingman og hann beigir sig svona smá þegar hann gera það. Og hann beigði sig undir classic skotið. One shot. Það er sum moments í þessum leik sem að geta trufla fólk og Raccoon bara á Bucky. þetta er líka klassist í CS þegar einhver ætlar að fara niður, setja niður sprengina en núna 1 á móti 3 hvað fer í gegnum er rauninni fínt play, setur smoke niður, tíkjar yfir að bombinni eða spæknum og en þú veist var náttúrulega bara óheppinn, það klálega sáu hvað hann var að reyna að gera og spreyði bara en þetta var, ég held að þetta hafi verið bara svona eitt af því besta sem hann gæti gert þarna. Já, annarkvort það eða smoka close. Já. Og reyna að gera eitthvað með því, en svo sem ekkert vitlausari hugmynd. Þetta er bara fyrsti leikur okkar sem við erum komin í bara fleiri en held ég 3 round á milli liða og það var aldrei verið mikið meira en það, finnst. Nei. Og núna Höttur í mjög góðri stöðu. Gekk últina frá Hött. Íti Blöndal alveg sætt, nær líka í teinan en Ryu er hérna. Verður bara bökkið aður. Blöndal náði að koma sér tilbaka eftir að hafa verið til teinaður að náði pikki. Gorilla fyrir bara inn í smókin og skýtur bara allir klippunni. Ætla bara að hægja á þeim. Stundið það besta sem við getum gert. Hún nær samt inn að Bakamura, Sott með treytið. Mikasa bara með Marcellan í heaven. Lurker nær samt 2 og Sott er orðin 1 eftir. Hann er með killjoy sprenginnar. Er lág hérna. Verður ykkur að fara á spækin og það er ná þessu randi. Þetta vel gert hjá Controllers. Virkilega gott retake og svona pínu spesar reyndar. Voru pínu heppnar með ákveðin plays en það skiptir ekki máli. Það er bara talan hana uppi sem að skiptir öllu máli og aggressionið hjá hérna búin að sjá það núna frá báðum liðum þess að þau missa svolítið haus eða þeim gengur vel og taka svolítið fleiri fæti en þau þurfa kannski. Já. Pínu meira aggressív og spila meira á byssuna sína heldur en utility sitt. En að gera þessi mistök oft gæti orðið mjög slæmt fyrir Hött. Controllers samt ekki í vita típunni en að spreyja bara ekki vegginn. Mjög sniðugt að cancela því ekki. En Sott með pikkin á B-inu, Mikasa með annan á C en Höttu samt eitthvað veginn yfir í þessar umferð. Spike planted. Það eru núna 2 hérna í retakinu, 1 með
Bulldog. One enemy remaining. Blöndal mætt til leiks, nær hann að 2 pikkum og núna 1-2 og Og hún er lokuð inni. úti af sínum Já, teammate. Þeir búast aldrei við hennar en hún verður að brjóta hana vegg. Og verður að ná wingman af spæknum en tværa haldinni. þessi wingman er svo pirrandi. Og mjög. Þetta er auka leikmaður. Já. Og Það er mjög þægilegt þegar þú ert í svona 1v2, 1v1 stöðum að það er að, enda bara wingman niður og þú ert að passa. já, það er ótrúlega öflugt. Líka sérstaklega þarna setur svo mikla pressu. Hún verður að píka og hún heyrir í wingman. Hann er gurglandi á spæknum eitthvað. Fullbuy á báðum liðum. Reyndar lítið sem engin peningur á Eve sem ætla bara að fara inn að Naked Classic. Ekki einu sinni skjöld. En það er alltaf að færa sig inn í áttina æginu sem að hefur gengið frekar vel hjá þeim. Smá spreyjana frá Blöndal tengir einu skoti í Gorilla. Sem að ætlar út á sætina. Það er Kún samt með tekur hérna út utility sem Eve hleypur bara í hana og enn og aftur einhvern veginn eru höttur að enda fyrir ofan controller sinna. Ótrúlega óheppinn. Þessar tímasendingar eru búin að vera ótrúlega mikilvægir í þessum leikjum og sjá það allt og mörgum sinnum að kemur út Gorilla nær Lurka. Kemur reynaflassana sem bara enginn skítur Player standing. og Mikasa 1-3 allir short. Þetta er gríðarlega erfi og þetta er komin í 11-7. Þetta er orðið mjög hættuleg staða núna. 2 rounds í viðbót og hafa nokkra sénsa til að missa round og Controllers í ömulegri stöðu þegar kemur að bæinn er að þurfa að forsa hérna einhverju út. Blöndal reyndar með fullbuy en allir aðrir í smá vesinni. Spurning hvað Lurka vill kaupa hérna. Er hún að fara að kaupa eitthvað? Sýnist ekki. Setja hana aftur á pínu svona util. Slóorpið lendir hana frá þeim sjálfur fyrir þeim og Lurka nær snowpoolana með treytað. 2 pick fyrir 2 og Raccoon er frekar low hérna. Kemur últið hana sem hann nær engum, er blindað. Af hverju lappar ekki inn í þetta? Náður blindinu. Last player standing. Við þess ekki skipta máli því það er að ná þessar umferð Jújú, í frekar þetta. framfærandi og leikurinn er komin í matchpoint. Þetta er aðeins öðruvísi leikur heldur en það sem við erum búin að vera að sjá. Höttur er svona aðeins öruggari með sitt og Controllers ekki svona. Mér finnst að það bara ekki vera nálægt í sama spilamennsku að við erum búin að sjá frá þeim síðustu 2 leikjum. Nei, það er svona. Það er eitthvað sem að vantar hana. Það vantar svolítið hetjuna þeirra. Það var alltaf einn leikmaður sem var að fíla sig svolítið mikið og það er enginn sem stendur fram úr hérna. Við sjáum hérna að þeir eru allar frekar nálægt hvað þeir eru mikið kill í þessu leik. 11 og 15 á hæsta og lægsta leikmanni. Það vantar svolítið þetta sem að sumir leikmenn voru að ná. Snowpool bara hérna að opna rándið með aggressive push-in í. Þetta turn hjá Raccoon nær. Sixth end þannig að flick 180 gráður, Blöndal með annað kill. Nær að stoppa plantið, ótrúlega mikilvægt. Eitthvað áttavilt hana í smá og lappar inn í open. 2-2. Nær ekki að tengja skotunum hann á Gorilla með annan og Mikasa er núna 1-2. Gorilla satt one shot.
Sniðugt hjá Mikasa að breyta staðsendingu þarna, kemur upp long núna, það eru ekki að búast við því. Svo gæti verið að fara að labba Líka að fara að píka hérna, nei. Mikasa hleypur áfram, spurning hvort það hafi heyrt í henni eða hvað. One enemy remaining. Nær einu piki, núna 1-1, þetta fyrir leikinn. Fyrir viðuregnina. Hefur ekki tími í þetta, þarf að stika eitthvað allavega. Núna kýttu til liðar, nei, Sot klárar leikinn og viðuregnina fyrir Ravi Hött. Og Höttur nær þessari fyrstu viðuregn í deildinni. Þetta var eitthvað. Fyrstu stig deildarinnar. Já, og þær komu, þessi stig voru ekki létt að fá. Það var svo aldeilis þurft að berast fyrir þau en fóru með sigur af hólmi hér í kvöld. Ótrúlega spennandi leikir allir og síðasti leikur alveg spennandi líka þó hann var kannski ekki jafn í hérna stigatöflu. 7 rándir alveg mjög vel gert líka. Já, algjörlega og þetta bara virkilega flott svona fyrsti leikur hjá þessum liðum í deildinni og náttúrulega bara fyrsti leikur saman hjá Controllers í deildinni allavega með þetta line-up og voru klárlega að breyta til og sjá hvað þær gæti gert með þetta line-up, hver gæti spila hvað og þetta verður bara mjög gaman að sjá áfram hvernig þær koma út. Já, núna munum við vera að spila 2 leikir á mánudaginn. Ekki á streymi. Já. Allavega ekki hjá okkur. Nei. Það verður leikir milli Gold Diggers og Clutch og Arena Gaming og Breiðablik. Arena Gaming og Breiðablik. Mér finnst það svo skrítið. Ég tengi alltaf bara Arena og Breiðablik saman sko. Arena náttúrulega æfingaraðstæður. Já, þetta hefur alltaf verið æfingaraðstæður fyrir Breiðablik og ég tengdi alltaf bara saman en skemmtilegt að sjá Arena koma með sitt eigið hérna. Já, það ég verð ekki endilega búist við því. Nei, en þau gera það líka, þetta ekki einhver hópur sem kemur frá þeim, þetta bara, þau eru að taka yfir vinnsliðinu og mótið eins og Breiðablik að koma með sinn hóp, greinlega þetta hópur sem hefur verið að æfa hjá Breiðablik og að koma upp hjá þeim, þannig að það gaman að sjá bara hvernig það lið kemur út og ég var rosa spenntur fyrir þessari deild. Eitt sem við hérna vitum samt Breiðabliksliðið þetta eru mjög ungar stelpur og þær hafa keppt hérna á Kia-mótunum sem hafa verið að rýna allavega einu sinni ungmennamótum. Já. Hafa keppt í Valorant þar og gengur bara ágætlega að minni vitund þannig að þær eru ekki ókunnugar fyrir keppninni og ekki fyrir Rísi en þær eru nýjar inn í Míludeildina og þetta aðeins stærra svið. Já, aðeins meiri áskorun. Já, þú ert náttúrulega að keppa á móti þessum sem hafa verið hérna náttúrulega í nokkur ár og búin að vera að keppa bara á þessu sviði á móti þessu sama fólki líka og það að þekkjast langt flestir núna, vita hverjar allir eru og hvernig það spila og hafa flesta spilað saman þótt að þessu ekki sama liði að þá þetta bara, þetta orðið svo stórt samfélag en það alltaf gaman að sjá einhverjum svona yngri koma inn og klálega bara framtíðin af þessu sko. Það verður líka mjög gaman að sjá hvernig þær standa sig á þessu móti og hvort að við munum sjá þær einhvern tímann í þessum tröllliðum sem við þekkjum. Já, spurning hvort að einhverjar reyna að stela einhverju úr þessum hóp. Elsker sem að stóð sig mjög vel með Controllers síðasta tímabil var tekin upp af Venus eða Arena Gaming að koma í mainline-upið þeirra þannig að maður gæti séð eitthvað meira svona. Já, maður hefur séð það bara hjá öllum, það eru lið sem að fá einhvern nýjan spilarinn inn í deildinni og strax næsta season þá er farin eitthvað annað því hún var svo góð. Já. Þetta er bara klassískt og maður sér þetta svo sem í öllum íþróttum líka, ef það er einhver nýr sem kemur upp þá er alltaf boðið vel einhver staðar annar staðar til að reyna bara gera sitt lið ennþá sterkara. Já, en við snúum aftur næsta föstudag, engin meiri dagskrá hjá okkur í kvöld, þannig að við ætlum bara að kveðja að sinni og
bjóða alla gott kvöld.